Morgunblaðið sem tekur hér við mánudaginn 27. október. Það ýmislegt á boðstólnum hér við rauða borðið í kvöld en Svanfríður Jónasdóttir, formaður verkefnastjórnar rammaáætlunar, fer yfir sögu rammaáætlunar hér í spjalli við Björn Þorláksson og spá þau í framtíð rammaáætlunar. Kristín Vala Ragnarsdóttir, jarðvísindakona og umhverfissinni, ræðir nokkrar stórar spurningar á sviði umhverfismála, höfin á norðurslóðum, losun gróðurhúsalofttegunda og þar fram eftir götunum við Björn Þorláksson. Veröld kapitalismans, í henni eru margir þræðir og ætla ég að ræða einhverja þeirra við Pétur Eggers, tæknifræðing og aktivista hér á eftir. En núna, næst eftir auglýsingar, fær Björn Þorláksson til sín íbúa á Álfsnesi í Reykjavík sem að mótmæltu hávaða við skotvelli og höfðu betur í málaferlum. Björn Þorláksson ræðir við þau Sigríði Ingólfsdóttur, Kristbjörn Haraldsson, Önju Þórdísi Karlsdóttur og Ólaf Hjálmarsson, hljóðverkfræðing, þýðingu úrskurðarins og baráttuna að baki. Þannig að hér, þetta stuttar auglýsingar, gjörið þið svo vel. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Jæja krakkar, þetta síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýji kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála hefur fellt úr gildi ákvörðun heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur frá febrúar fyrr á þessu ári að samþykkja að veita skotveiðifélagi Reykjavíkur og nágrennis starfsleyfi fyrir skotvelli á Álfsnesi. Og þetta ansi mikill sigur fyrir íbúa sem risu upp gegn þessum hávaða sem nú hefur verið dæmdur ólöglegur. Og það komin hópur fólks, íbúa og eitt sérfræðingur sem ég leyfi mér að kalla Kollafjarðargengið til þess að ræða þessi mál við mig. Kristbjörn Haraldsson, íbúi, velkomin. Já, takk. Anja Þórdís Karlsdóttir, velkomin. Takk. Og Sigríður Ingólfsdóttir, velkomin. Þið eruð öll íbúar sem höfðuð hagsmuni og hafið hagsmuni að gæta. Og svo Ólafur Hjálmarsson, hljóðverkfræðingur, vertu velkomin einnig. Takk fyrir að taka á móti okkur. Áður en við höldum lengra, þá ætla ég að gefa hlustendum og áhorfendum nasaþefinn af því sem íbúar hafa mátt búa við. Við ætlum að spila núna svona cirka mínútu af þessum skotkvellum til að setja ykkur inn í það umhverfi sem að þessu fólki var búið.
Já, þetta er hansi sláandi, Ólafur. Þetta er mikill hávæði, hann er óreglulegur. Þetta getur ekki verið gott að búa við svona. Nei, ég vil nú byrja að þakka þér, Björn, fyrir að taka á móti okkur og til hamingju, Kollafjarðargengi. Þessi úrskurður núna umhverfis- og auðlindanefndar, úrskurðarnefndar, er ljósið í myrkrinu. Í staðinn fyrir lagatæknina sem að íbúarnir hafa mátt stöðugt heyra er þarna vísað í anda og ákvæði stjórnsýslulaga. Þetta mál var vanreifað af heilbrigðiseftirliti Reykjavíkurborgar. Ég reyndi árið 2007 að koma kurteislegum leiðbeiningum til umhverfisráðuneytis að það vantaði ákvæði svona skotvelli í íslenskt regluverk og reglugerð hávaða sem tók gildi árið seinna. Heilbrigðiseftirlitið vísar til réttaróvissu og að þessar sænsku leiðbeiningar sem ég hef mælt með og hef mælt eftir hafi ekki lagastoð hér á landi. En úrskurðarnefndin, hún segir, heilbrigðiseftirlitið var búið að fá leiðbeiningar frá Umhverfisstofnun að nota sænsku reglurnar við mælingar. Þeir þverskallast við því og vísa í að þær hafi ekki, eins og ég sagði, lagastoð. Þannig að réttaróvissa er túlkuð í þágu mengandi starfsemi á kostnað íbúa og þetta er rosalega blóðugt. Já. Þetta er rosalega blóðugt að horfa upp á þetta og horfa upp á þetta góða fólk þurfa að berjast árum saman. Já. Og ég verð að vekja athygli á því að aðstæður í Kollafirði eru sérstaklega erfiðar með skotsvæði. Þetta stendur á nesi, þarna Álfsnesi. Kollafjörðurinn er glerharður vatnsflötur gagnvart hljóðinu og svo skjóta þeir í 8 esjunni sem er bergmál frá. Þannig að þetta gerir þetta mjög erfitt fyrir íbúana. Og það er mjög blóðugt fyrir mig að ég vann þarna fyrir íbúana og framkvæmdi mælingar 2019 sem við sjáum kannski á eftir þar sem ég mæli á útsettustu stöðum þarna á strandlengjunni við Kollafjörðin. Þegar út með mengandi starfsemi þá skoðaðu hvað er ástandi verst. Það sem er líka erfitt fyrir mig að horfa upp á að heilbrigðiseftirlitið er að mæla kolvitlaust og hátt í esjuhlíðum og jafnvel við aðstæður sem að voru ekki dæmigerðar. Ég vil kannski bara segja að fyrir þennan fallega laugardag hérna í október 2019 ég stóð þarna á ströndinni, Kollafjarðarströndinni í norðanverðri og var að mæla og þetta var eins og á gamlárskvöld. Það var bara hvellur við hvell og það er ekki hægt að láta fólk búa við þetta. Nei. En mikill sigur fyrir, getum við sagt, íbúa lýðræði, bara sem sagt, nei, ekki íbúa lýðræði. Sigur fyrir andóf almennings. Já. Stór sigur. Sko, Sigríður Ingólfsdóttir, hvenær hefst þessi saga? Getur þú sagt okkur það? Þetta hefst í rauninni þegar að Leirdalnum er lokað, þá var skotfélagið með Skotfélag Reykjavíkur var með aðstöðu þar sem var búið að byggja upp og voru búin að vera þar í nokkuð mörg ár. Manstu hvaða ár við erum að tala um hana? Árið 2020 árið 2000 þá er ákveðið að loka Leirdalnum sem sagt. Og þá þarf að fara að finna nýtt svæði. Og það er búið að hljóma í eyrum okkar til dagsins í dag að það þurfa að finna nýtt svæði. Og það sem að gerist þarna árið 2000 það er það að Ingibjörg Sólrún er þá borgarstjóri og að viðtölum og blaðagreinum frá þessum tíma þá sér maður að hún hefur verið mjög á móti því að fara með skotsvæðin upp á Álfsnes og það verða samræður við Hafnarfjarðarbæ og skotfélagin í Hafnarfirði að þessi starfsemi verði þar. Og það er komið svo langt að það er farið að skoða kostnaðarhlutdeild borgarinnar í því svæði. En ykkur hluta vegna og maður svona áttar sig ekki alveg á hvar liggur allur lobbyismin í þessu. Ingibjörg Sólrún var náttúrulega gífurlega kraftmikill stjórnmálamaður og kraftmikill borgarstjóri en hún kemst ekki lengra með þetta mál vegna þess að skotfélögin eru með alls konar fyrirvara
meðal annars að þetta sé svo langt, þetta sé svo mikil fjarlægð og annað þínlíkt. Nema hvað, að Reykjavíkurborg, eða semst svæðinu er lokað og síðan koma vinnuvélar og taka sundur veginn og út af framkvæmdum. Þá rísa skotveiðimenn alltaf upp og þá segir Ingibjörg, já þá verða menn bara ganga þangað. Og þetta er í rauninni byrjun og þetta er ennþá í gangi einhvern veginn að leita svæði og finna út úr allir mögulegu. Og ég aðskjótt inn í þetta, Sigríður, fyrir ekki. Þannig að með skotsvæði í Hafnarfirði, ég fekk það til umsagnar á sínum tíma, Hafnarfjörður bara leitaði til okkar. Og ég sagði, ég er bara besta sem ég veit eru sænsku reglurnar og teiknaði upp fyrir þau, sem sagt, viðbúið helgunarsvæði fyrir svona, sem eru 2 kílómetrar í skotsstefnu frá skotsvæðinu og 45 gráðu geiri í hvora átt frá það frá og svo kílómetri til hliðar. Hafnarfjarðarbær fór eftir ráðum okkur og sá að þetta var óráðlegt gagnvart íbúum. Þannig að því skotsvæði varð ekki á völlunum. Fyrir ekki, ég greip fram fyrir sig. Já, þetta er frábært innlegg, algjörlega. En, og síðan sem sagt leggur Reykjavíkurborg í mjög kostnaðarsamar framkvæmdir og það kemur fram þarna í þessu viðtali við Ingibjörgu að taka í burtu allan mengaða jarðveginn sem var þarna. En þann dag í dag þá fást ekki... Það er ekki bara hávaðarök sem mæla gegn þessu, það er blýmengunin líka. Já, það var mikil blýmengun, mjög mengaður jarðvegur þarna upp í Leirdal og þegar að fara að gera íbúðasvæði byggja, þá þarf að fjarlægja þennan mengaða jarðveg, En þann dag í dag, vita menn ekki hvað var gert við þennan mengaða jarðveg. Einhvers staðar kom fram að hann væri í gámum við Hafnarfjarðarhöfn, og svo það er enginn sem fylgir því eftir frekar en mörg öðru. Nema það síðan sem sagt er ákveðið að þetta verða Álfsnesi og greinilega borgarstjóri fær ekki rönd við reist. Síðan er auglýst skotveiðamót þarna á vegum skotfélagana. Þáverandi heilbrigðiseftirlit var með hljóðmælingar og gaf ekki leyfi fyrir þessu móti. Þetta er sennilega kringu 2004. Nú söguna síðan þekkjum við og það er aftur og aftur sem að skipulagssvið borgarinnar meðal annars árið 2021 þá kemur umsögn frá skipulagssviði Reykjavíkurborgar að þá að gefa út nýtt starfsleyfi og þeir eru mjög harðorðir í því að þetta verði hámark í 2 ár og það verði að finna nýja staðsningu fyrir þetta. Þessi mikill mengun og valdir. Nú við kærum það og við erum náttúrulega búin að kæra alveg hreint endalaust alveg síðan árið 2021 Ég ætla kannski að leyfa ykkur, Kristbjörn og Anja Þórdís Karlsdóttir að fara yfir þessa sögu, þessa kærusögu, þetta er langur tími. Bara byrjum að þér fyrst svona viðbröðin við úrskurðinum. Varstu vongóður eða? Fyrir þennan úrskurð? Já. Nei, þetta tók langan tíma að vinna í þessu en ég sé það eftir á þegar ég sé úrskurðina að þetta er mjög mikil vinna sem við lögðum í þetta. Vandaður úrskurður? Vandaður úrskurður, já. Og ég er alltaf svo hissa á þessu kerfi að það er ekki verið að hugsa íbúana. Það er einhverja aðra hagsmuni þarna baku, það er bara alveg örugt. Hvaða hagsmunir? Segðu það á mannamáli uppátt. Það er þetta bara einhverju innan kerfi sem að ráða og geta stjórna þessum ákvörðunum sem eru teknar í samt að láta þetta ganga umfram lýðheilsu íbúana. Það er bara svoleiðis. Og ég held að það sé bara gamalt klíkursamfélag. Já, það getur verið. Ég er alltaf að vonast til þess að þegar kemur yngra fólk í að ráða og stjórna að það verði ekki svona tengt þessu. Það er bara að líta á reglurnar og til dæmis þetta er neita að fara til tilmælum umhverfisstofnunar. Þeir skildu við til þess að kemur bara fram í úrskurðinum. Já. En lögfræðingar þeirra þeir segja að þetta sé íþyngjandi fyrir félögi. Já, þannig að sérhagsmunir fárra hafi trompað almannahagsmunir. Já, það er ekkert annað þarna bakvið. Ég held ekki.
Það fyrir ekki að slá skjótin, það áberandi í úrskurðinum. Heilbrigðiseftirlitið svo nálægt rekstraraðila þessa skottsvæðis að þeir telja ekki ástæðu til að koma með neinar athugasemdir til úrskurðarnefndarinnar. Nei, svara þess ekki. Bara heilbrigðiseftirlitið þeirra málsvari. Já. Það svolítið sláandi. Já. Þannig að þarna, þannig að sem sagt varðhundurinn sem ætti að gelta, hann gerir það ekki. Nei, þetta bara, ég veit það ekki, og við flytjum þetta 2018 og þá var okkur sagt að þetta hætti 2020 og fólk kannski að tala að þeir sem Segðu mér hvar þú býrð? Á Stekk, það undir Esjunni, það eru 2 hús það skriða á Stekkur, Já. Og hann fór í mál held í 2013 eigandinn að skriðu ég held hann að fyrir málu við skotfélögin og tapaði því og þeir fór í mál við hann á móti þá ég held ég fyrir rétt með það Hvað húsið ykkar langt frá háaðanum frá verðlinu? 2 kílómetra Okkar hús frá skriðu Frá skriðu, svona 50 metra Nágranna húsið Já, frá skottsvæðinu meinar Frá skottsvæðinu Það er 2 kílómetra, svona rétt rúma 2 Já. Og hefur það oltið mikið á veðri og skilur þeim? Já, það er aðalega það að þegar er gott veður til útiveru þá koma alltaf, ég skil það alveg, þá vilja mann æfist að skjóta og þá er bara ekki nokkuð friður. Þá kemur heim kannski 4:30 eftir svona hálftíma er byrjað að skjóta laugadaga þeir eru bara ónýtir ef það er gott veður. Frá hvaða tíma á mótnana og hver lengi fram eftir því? Frá 10 til 3 eða 4 laugardögum og frá ég held að sé alla daga 10 til 19 á mánudögum og miðvikudögum og 30 og 50 daga til 21. Þetta er allt og langur tími. Og telur þið mæla fyrir munn lang flestra þegar þú segir að þetta hafi verið mjög íþyngjandi, algjörlega óþólandi áreiti? Já, og bara, það er bara með svo marga svona hluti að fólk bara gefst upp. Já. Og allavega vildi ég ekki gefast upp fyrir að ég geti sagt því sjálf að mig reynt það sem ég gat. Já. Og þetta er líka bara, það er svo mikið svona bara hálfgett svona hræðslu samfélag ef þú ert að viðbröð annara við þessu sem er að mæla gegn manni sjálfum í rauninni Já. En maður verður bara að þola það er bara Þú verður að standa með sjálfu þér Já, ef maður gerir það ekki í þessu þá er það bara í mörgu öðru líka sem maður gugnar Já, heldur að fasteignaverðið ykkar hafi hækkað við hennu úrskurð? Ég veit það ekki en það verður ekki byggt upp á þessu svæði fyrir að það verður farið Ég er alveg með það á hreinu. Það er fyrir neðan veginn mjög gott byggingarsvæði. Þetta er engum í huga að byggja þetta með þetta í gangi. Nei, mitt. Það er bara alveg örugt. Anja Þórdís, hver voru svona fyrstu viðbröðin þegar þú fékkst að vita hver úrskurðurinn væri? Já, ég var náttúrulega bara alveg glöð bara. Erstu hissa? Ég var líka hissa, já. Ég var orðin líka af því að það var svo langur tími sem við vorum að kæra og niðurstöðu kom svo, 6 mánuðir eitthvað og ég var orðin svolítið efins að það fer í þessu átt, Já, og þegar last úrskurðinn, var þá eitthvað sem að þið grunaði að væri ekki þarna, vantaði eitthvað, eða hvernig fannst þér? Mér finnst þetta vantaði ekki, þetta kom eiginlega óvart hversu mikið var inn í þessu, sem eiginlega undirstrika það sem við vorum að berjast fyrir öll þessi ár. Ekki bara hávaðamál, heldur líka tekin aðeins inn á og það líka aðra þætti sem er í aðalskipulag sem heilbrigðiseftirlit hefur ekki tekið tillit til í útgáfu starfsleyfisins og það meðal annars umhverfismál, vandi vatnslot og greinagerð og þess áttar sem ætti að koma fram og ég var eiginlega hissa það þegar ég las þetta að það var allt tekin fram að það vanda upp á mjög mikið, ekki bara hávaðamælinga. Bara svo ég segi það frá eigin brjósti, það kom mér líka svolítið óvart af því að maður hefur nú áratugi fjallað svona úrskurði og lesið á. Það kom mér einmitt óvart hvað hann er ítarlegur og maður getur ekki annað en hugsað, þetta er nú ekki sterkasti þrýstihópur í heimi. Þið þarna nokkrir enga hagsmuni. Nokkrir andósmenn, en það er eins og að nefndin hafi litið á þetta mál sem ansi stórt mál, verið afla sér allra gagna sem hægt var að afla og manni hefur svona dottið í hug hvort þetta slá einhvern fordæmisgefandi tón. Já, maður vona það, virkilega Það er svona
náttúrulega bæði aðri skotsvæði á Íslandi en líka hvernig heilbrigðiseftirlit Reykjavík hefur unnið, það mörg mál sem við höfum lesið í fréttum undanfarin. Hvað er á því að heilbrigðiseftirlit Reykjavík? Já. Þar allt í bara... Sko, ég var á íbúðarráðsfundi í Kjalarnesi, þá kom ný ráðinn forstjóri heilbrigðiseftirlits á fund þarna. Þá voru þeir að ræða umhverfismál og hvort það var ekki að hreinsa úr girðingum og svona rusl, sko. Þá segir hann svona, svo að fólk að kvartna undan nokkur svona púff, kvellum svona púff, sagði hann. Þetta yfirmaður heilbrigðiseftirlits. Svona púff, kvellum. Það ekki að grínast? Ef ég má aðskjóta inn í, það sem ég held að vanti fyrst og fremst í heilbrigðiseftirlitinu hljóðmenntun innandyra. Ég veit ekki nokkuð sem hljóðverkfræðipróf eða nokkuð hljóðpróf þarna inni. Og ég segi oft sá ekki heimskur sem spyr heldur sá sem þykist vita. Og það eru starfandi verkfræðistofur á markaði sem eru með þessa menntun innandyra, þannig að þið getur leitað sér ráða. Það sem ég langar að segja þennan úrskurð að ég heimilifandi með hann og veitir mér trú á stjórnkerfið í rauninni. Það sem svo ljóst í þessu að þeir líta til anda lagana en ekki einhverja lagatækni til þess fyrir sérhagsmuni. Og það mjög mikilvægt vegna þess að regluverk hérna í hljóðmálum svo langt á eftir Norðurlöndum sem við miðum okkur gjarnan við að þá skiptir máli að menn líti til anda lagana en séu ekki með einhverja lagatækni til þess að brjóta á íbúum. Já. Pétur, tæknimaður, við kannski hugum að því hvort þú getur varpað hérna á skjáin hjá okkur mynd. Ólafur, þú kannski ferð áður en lengra haldið yfir þessa mynd með okkur. Já, sko, takk fyrir að byrta hana þarna og mér hefur þótt mjög miður að þetta mælingar sem ég framkvæmdi fyrir íbúana árið 2019 haustið á góðviðristegi á laugardegi. Við létum ekkert skotsvæði vita, menn þarna á skotsvæðinu vita, heldur bara mældum þarna dæmigerðan laugardag. Já. Og ég verð að segja það að við mældum þarna við Norðurströnd Kollafjarðar og mér leið á meðan ég var að mæla þarna eins og á gamlárskvöld. Það var bara hvellur við hvell við hvell. Og til þess að fá þessar niðurstöður þarna sem að taflan sýnir, þá þurfti ég í rauninni bara að mæla í 1 mínútu á hverjum stað, sýritandi mælingu og það var fjöldi hvella innan þess tíma. Og þarna kemur fram, þarna kemur staðsetningin fyrst fram, Móavík, Grummavík og Móaberg í fyrsta dálknum, svo númerið á mælingunni og svo þetta gildi, impúlsgildi eða augnablikshávaði sem að sænsku reglurnar miða við sem við mælum með. Já. Og þið sjáu þarna í Móavík eru 2 mælingar upp á 85 og 86 decibel. Já. Í dálkonum fyrir aftan eru mörkin sem að svíjarnir miða við, fyrir íbúabyggð, neðri og efri mörk og útivistarsvæði hins vegar. Jafnvel þó við miðum við rýmstu mörkin þarna, efri mörk fyrir íbúabyggð, þá erum við þarna 15-16 decibelum yfir leyfilegu mörkum. Sem hlutfallslega bara ansi mikið. Ég meina, þetta bara himinhrópandi hátt yfir. Já. Þetta bara algjörlega ólíðandi umhverfi. Já. Það bara þannig. Já. Við Krummavík heldur lægra 81 og 84 og svo við Móaberg, heilsáshúsið, var þetta svona efri mælingin yfir mörkum en sá seinni náðu ekki hvellir inn og þá ekki nema 60 decibel þarna. En það sem mér hefur þótt erfitt með að sitja undir, heilbrigðiseftirlitið hefur íbúarnir lögðu fram þessu gögn. Það kemur nafn fyrirtækið sem ís fram þarna. Ég heyri alls konar baktal og níð þessa vinnu mína og heilbrigðiseftirlitið hefur aldrei fyrir því að spyrja. Og það þótti mér mjög veður. Það bara svoleiðis. Já. Og núna, ég má kannski segja það líka að skotfélagið hafði samband við mig ekki alls fyrir löngu og baði mig að fara í eftirlitsmælingar, þannig að þeir virtust og hafa trú á mér. Ég sagði þeim hins vegar að ég hefði þegar mælt fyrir íbúa og væri í ráðgjöf fyrir þá, þannig að ég væri vanhæfur. Þannig að þeir fóru með þá vinnu eitthvað annað. Og það má kannski koma inn núna bara eftir, þú varst Ólafur að nefna að þessi skrítið að heilbrigðiseftirlit hefur ekki leita aðra ráðgjafa og það kom eiginlega daginn til okkur mælamaður sem frá verkfræðistofur, man ekki nafnið Brekkustrand var það ekki? Já, einmitt, já.
og virtist vera í einhverju eftirlitsmælingar gerð og ég kannski ætti Kristi að segja frekar frá, hann var heima þegar þessi mælingar fóru fram og þetta er eitt svona dæmi sem eins og við erum svolítið hrædd núna hvernig það mun fara þú lýsa þessu kannski. Hann sagðist að gera eftirlitsmælingar fyrir heilbrigðiseftirlitið í gegnum Eflu-reyndar og ég ákveð nú bara að setjast niður og hlusta á þessar mælingar og eftir svona 20 mínútur segist að hann er búinn og ég kannski greindi 1-2 litla svona bara eins og einhver að tala svolítið langt frá mér sko. Þetta voru kvellinni sem að melda, hann sagði að það eru 20 decibel og þeir eru upptökunar á þess og hvernig og ég sendi honum post og sendi honum upptökur af því sem við höfum tekið upp bara og hvernig gæti staðið þess að hann sagði að það væri erfitt að útskýra þetta gæti verið alls konar aðstæður sem að gerðu þetta þarna bara ekki vera að skjóta á þeim stöðum sem þeir eru að nota venjulega og við sendum líka á heilbrigðiseftirlit postur og báðum útskýring á því hvað er heilbrigðiseftirlit að mæla af því að það er mjög greinilegt að herist ekki þetta er ekki fyrstu skipti að við höfum verið viðstætt að einhverju mælinga og það herist ekkert og það er eitthvað skjótið hérna en við veitum ekki hvort það liggbussu er eða hvað og svo fáum við ekkert einu svona svaf á heilbrigðiseftirlit hvað mælinga er þetta hvað er áætluð við það og við mótmæltum þessu sko sendum heilbrigð og þessu það er spurning sko það gæti verið að þetta væri á vegum skotfélagsins þetta var skotfélag Reykjavíkur nei hann sagði að Efla væri að vinna fyrir heilbrigðiseftirliti og Efla fengi hann til að mæla þetta já af því að þeir varu hinum yfir borðið en þetta var talað skotfélagi ef að þú væri með veitingastað og væri vond lykt á honum og myndi kvartali heilbrigðiseftirlitsins heldur að kæmi ekki einhver að skoða það já það hefur enginn komið hinn til okkar til að hlusta á þessa kvelli aldrei sko Sigríður þegar maður ákveður að fara í grípa til varna og fara í stríð við kerfið sem ekki er að standa sig sem skyldi Nú hlæja þau hérna sem eru með mér í Kollafjarðartinginu vegna þess að ég er rauninni búin að vera í þessu síðan árið 2020 2020? Já Sko hver hefur verið lengur en hver? Þú ert búin að ég er búin að vera lengur við fluttum 2018 þannig að við erum búin að vera 6 ár ég er búin að hafa lengstu þolinmæðina og endalausustu þolinmæðina já labbaðu aðeins yfir það svona farðu aðeins í mannlega þáttinn með okkur hvað hefur þetta kostað hvernig hefur þið liðið á meðan hérna á þessu vafstri hefur staðið, þessar baráttu hefur staðið hvað heldur þú sért búin að setja marga vinnustundir í þetta, hvað ertu búin að skrifa mörg bréf, hvað ertu búin að hafið þið verið að hittast reglulega upp á síðkastið eða labba það eins í gegnum það með okkur svona hvað orku þetta útheimtir Sko í dag þegar þessi frábæri úrskurður er komin sem að ég efaðist aldrei að yrði okkar hag öfugt við hérna Krissa og Anju ég er búin að vera sko staðföst í því að nú kæmi þessi úrskurður en úrskurðarnefndin er svo sem búin að taka sér 7 mánuði til að vinna þetta og núna þegar maður fyrir að lesa úrskurðin þá hérna hefur maður fullan skilning á því en það sem að mér finnst líka merkilegt það er að úrskurðarnefndin þegar hún er úrskurða þá er yfirleitt 3 sko sem að eru í loka niðurstöðinni núna voru það 5 og það er mjög sjaldgæft og það er yfirleitt bara í svona stæðstu málum en þessi áhrif af þessu er náttúrulega bara þannig að maður er að eyða alveg ótrúlegun tíma þú veist ég er ekki lögfræðingur en ég er að verða sérfræðingur í skipulagslögum, vopnalögum óumbeðið og maður er búin að grafa onni hvert einasta litla atriði sko vegna þess að heilbrigðiseftirlit og frá Reykjavíkurborg þeir einhvern veginn gera þetta svo snúið og það er ekki einhvern veginn það er svo erfitt að sko svara því, erfitt að koma á móti þannig að maður þarf bara að ná í sko akkurat réttu lögin til að stinga á allt þetta það eru svona 40 blaðsíður í hver skipti sem að maður gerir eitthvað og fyrst er þetta í rauninni athugasemdir við útgáfu starfsleyfisins og það er með tímamörkum það er núna í eitt skipti það var í síðasta starfsleyfi sem að var tekið tillit til athugasemda
og það var að því að athugasemdin kom frá vegagerðinni. Það er ekki hlustað á athugasemdir íbúa. Jæja, svo, þú veist, þetta er svo óendanlega mörg sko skref að ég ætla ekki að fara að telja þau upp núna. En þetta verður náttúrulega til þess að hérna frítíminn, algjörlega frítíminn, gæðastundirnar sem ég hefði vilja hafa með dóttur minni sem er núna flutt til útlanda, veist, þær eru hér, þær eru hérna í þessu. Og fyrir utan það þá hefur þetta svona mikil andleg áhrif vegna þess að maður finnur að maður er að berjast við eitthvað ósýnilegt. Já, stress. Stress, það er náttúrulega bara alveg, það er rosalega mikið andlegt álag. Beiskja þegar illa gengur? Nei, það er ekki hjá mér sko. Hjá mér er yfirleitt bara þolinmæði og brettu bermarnu aðeins meira og betur. Og fara betur von í málin. Og þú mistir aldrei vonina? Nei. En tíminn sem hefur farið í þetta, getur reynt að áætla vinnustundar sem að baki eru? Ég get ekki áætla það, Björn. Það er svo gífurlegur tími. Gífurlegur tími og þetta er svo, í mínum huga sko, mjög leiðileg vinna. Ég er meira fyrir að vinna líkamlega vinnu og vera úti að moka skurði eða slá grasið á lóðinu minni eða setja niður blóm sko eða eitthvað þannig. En þetta að sitja við tölvunni og finna þú veist, finna öll þessi lög, hringja í skipulags hvað heitir það, hjá ríkinu? Skipulagsstofnun. Já, skipulagsstofnun, fá leiðbeiningar þar, fá leiðbeiningar hér, fá leiðbeiningar þú veist, út allt. Senda e-mail á hinar ýmsu stofnanir og það sem að svona situr í mig svolítið mikið sem að mér finnst miður, það er að við fórum, ég og annar sem að var mjög sterkur í þessu upphafi, sem að er þarna á svæðinu, fórum og fengum fund hjá Landvernd og vildum fá þeirra sko stuðning í þessu máli. Og fórum og áttum klukkutíma fund, en svo kemur ég á en það þýðir ekki að eiga við skotauðum en þeir eru svo sterkir allstaðar. Nú. Og þetta er ég búin að hafa einhvern veginn í bakpokanum með mér í gegnum allt þetta ferli og var síðan að vonast til að Landvernd myndi setja inn athugasemd þarna þegar þetta er auglýst. Mér til mikilla vonbrigða gerðu þeir það ekki. Ég er mikil náttúruverndarmanneskja og búin að vera landvörður og dittin og dattin í fjölda mörg ár. Og mér finnst vont þegar að maður óskar eftir svona aðstoð sko. Að það kom ekki. Það urðu mér mikil vonbrigði en þá er bara að bretta aðeins betur upp ermarnar, eyða aðeins meiri tíma, setja pínlítið bros, hafa vonandi að þetta gangi og þetta hafist fyrir rest. Eins og það er að gerast núna. Og ég er bara, náttúrulega með þrjóskari manneskjum og þolinmæðin alveg stundum sko. En ég sé líka í fullt af öðrum málum sem að snúa að umhverfinu. Og því sem að er verið að gera hérna hjá borginni. Það fer á stað, en þolinmæðin sko brestur og menn halda ekki áfram og vita ekki hvert er að leita. Nei. Ég átti mig á því að þrjóskan hefur verið burðarbiti í þessari baráttu og bara vel gert þótt þetta sé náttúrulega ömurlegt hvað þetta hefur tekið mikinn tíma og verið ykkur erfitt en mér þykir svolítið vænt þetta mála því að þetta er svona litli maðurinn, litla konan er að rísa upp gegn einhverjum öflum og hefur betur sko Ólafur hefur kennt mér það að því að hann hefur komið hérna áður til þess að ræða hávaða og hljóð. Hann hefur kennt mér það að viðhorf til hljóðmengunar skiptir miklu. Og það er líka sko hvort hljóðmengunin er fyrirsjáanlega eða ekki. Ef hann er algjörlega svona random eins og maður sletti tilfellan eða maður veit ekkert hvað gerist næst. Þá hefur það mjög vond áhrif á okkur. Er það ekki, hefur þetta ekki einmitt verið sko? Jú, þetta er náttúrulega
Ég búinn að vinna í vinnuflokkum, sofið í skúrum þessari rafstöður í gangi og ég alls konar háaða, unnið mikið háaða. En þetta sko, ég get ekki sætt með þennan háaða, ég bara næði ekki, þetta svo óvænt, þú veist aldrei hvernig næstu kvöldi, það getur komið 10 kannski 1 og svo 5 mínútur og svo komið 20 aðrir og kemur svona kvíði, maður bíður og býð bara eftir því, þegar ég keyra heim á daginn þá er ég farin að bíða eftir því sko. Já, svolítið sláandi. Þetta bara, en sko sem betur fyrr þá held ég að viðhorfi sko það fyrir að skilja meira hvers virði þessi fríður ekki bara, og þetta alltaf snertir ekki bara okkur, það eru skotsæði all land og alls konar hávæðar starfsemi og það er bara eins og var að fást fyrir nokkrum árum, þá var kæligræjur við eitthvað íbúðarhús það komið fréttunum þau geta ekki sofið í húsinu en það var þetta endaði í einhverju sjálfheldu held ég sko en bara sko, og ég bara búin að heyra það sem að Ólafur sagði hérna held ég síðast að bara með þroska og smábörnum og annað að háa þér þetta er sko miklu meira heldur en menn halda graf alvarlega áhrif og vera að byggja eitthvað þar sem er ekki sko almenn hljóðvist og svona sko þetta var vara við þessu ég hlusta einhvern útvarpsþátt held ég að hafa læknir 1920 Reykjavík hann var að einmitt að tala birtuskilyrði og háaða og það er búið að vara við þessu oft í gegnum áratugina að reyna að skapa almennilega lífsskilyrði fyrir fólk en þetta er ekki verið að gera í dag það er samt að koma vakning það er að vera að breyta reglugerðin kringum þetta og allavega og nú er verið að koma ný reglugerð háaða og ekki bara í þessu það er bara almennt þetta ekki með flugvelli og allt þetta myndbilunar akstursíþróttasvæðin og þetta er bara og sko það er alveg sama hvað fólk sko hvaða lífsgæði og hefur ekki sko getur ekki notið þess að vera í kyrrð einhvers staðar þú missir bara öllu þannig laga þú nærið ekki rósend sko. Annía, vilt þú stíga eitthvað frekar inn í þetta? Já, ég er nú eiginlega svona á sama nótum á Krissi sko, þetta er alveg, veist, ég líka þegar ég kem heim, þá er ekki alltaf að hugsa, sérstaklega þegar gott veður þá er ekki oft líka bara að hugsa, ég nenni ekki eins og fara í göngutúr, það er svo fallegt svæði sem við erum að búa á í Kollafjörðinni og ég nenni ekki eins og fara í göngutúr, af því þegar á meðan þessi skotkvelli stendur, yfir það bara ekki hægt að njóta þess, ekki neitt og það er svona mjög alvarlegt alveg þessi hávaða mengun er bara á ekki vera sko. Það er það og það er líka einmitt það veist, að maður er núna búin að berjast svo lengi í þessu og skilur ekkert af hverju heilbrigðiseftirlit tekur ekkert á þessu máli og af hverju veist, er þetta á þetta að vera svona veist, og það er ekki lusta á okkur og þess að ég er svo glöð með þessi niðurstöðu á úrskurður að loks búin að fá úrskurðað það, það er rétt hjá okkur, það er ekki í lagi og höldum nú áfram sko, þetta er svona Ég ætla að reyna að fá þá hjá heilbrigðiseftirlitinu til þess að koma hérna í vikunni og bregðast við það hefur reyndar ekki gengið hefur ekki gengið mjög vel í seinni tíð ofta að fá embættismenn til þess að sýna andlit sitt í þáttum eins og þessum mest af því sem þau sett út á er staðfest í þessu hérna þar er þetta að vísa til samsagt. Bara eins og með hérna, allar okkar athugasemdir, þær eru bara staðfestar hér. Já. En hvað gerist núna? Við verðum að fara að slíta talinu en það búið að vera mjög áhugavert að fá ykkur í heimsókn og takk fyrir að koma. En hvað gerist núna? Er ekki hægt að snúa við þessum úrskurði? Er ekki hægt að kæra til dómstóla? Sko, ef ég skil úrskurðin rétt að þá verður ekki undan því skorist að heilbrigðiseftirlitið verður að ráðast í þær mælingar sem aðalskipulag gerir ráð fyrir og samkvæmt leiðbeiningum umhverfisstofnunar verða þeir að mæla samkvæmt sænskum aðferðinni, ekki einhverju vitleysu. Og það getur mögulega gerst að þeir fari í það, en þá legg ég mikla áherslu á eins og ég hef sagt hérna áður. Við erum að tala um mikla fjarlægð frá vellinum, 1-2 kílómetra og það skiptir máli að veðuraðstæður séu réttar. Vindur verður að vera áveðurs frá skotsvæði í 8 viðtaka en ekki einhvers tíma þegar er mótvindur, þegar er norðanátt, það væri ekki sniðugt. Og ef ég má kannski, að ég veit ekki hvort ég komist að aftur, en það sem mig langar að segja er þetta, þessi úrskurðarnefndarinnar er tímamótaverk og ég þakka fyrir hann. Og það er víða réttaróvissa og ég á núna vona því að fleiri sem hafa kynnt sér þennan dóm
fara að líta til háværu byggðarinnar Reykjavík sem byggð ofan í stofnbrautunum. Það sem 75 desibela hávaði eins og í norður Mjódd núna en hæst leifir reglugerð hávaða 65. Þannig að ég býð bara eftir að baráttu fólk eins og Kollafjarðargengi komi í þetta húsnæði og það verði hóp málsókn á hendur Reykjavíkurborgar fyrir þetta fúsk. Já. Ég á bara vona því. Við bara auglýsum hérna, ef þú ert þarna að horfa að hlusta, bara auglýsum eftir því að Rauða borðið alltaf opið fyrir fólk sem leitar að réttlæti. Takk fyrir þetta, Ólafur. Takk. En hérna, mér langar svona kannski lokin aðeins Sigríður að fá fyrsta lagi svar við því skotköllunum lokið frá með þessum úrskurði datt þá niður? Já, í rauninni lætur heilbrigðiseftirlitið skotfélagið vita úrskurðinn og það sé bara lokað og það gert eiginlega bara leið og úrskurðinn kemur. Já, þannig að þið hafi fengið nasa þeifuna friðinum sem vonandi Já, en það var náttúrulega einhver hérna þarna í skotrein sem vildi endilega ögra okkur aðeins held ég þarna á laugardagsmorguninn og aðeins að skjóta Hringdu ekki bara á lögguna? Nei svona tvístíðu aðeins og býða en ég ætlaði að koma því að hérna í sambandi hávaðamælingarnar og allt það þetta eru byssuskot þetta ekki eitthvað venjulegur hávaði þetta eru drafstæki og það það sem að ég þoli mjög illa. Já, það kemur svona sem aukafaktor ofan á allt hitt hjá þér. Já, þetta eru drafstæki. Þú veist, þótt svo að vera ykkur höggbor þarna einhvers staðar, þú veist, þá það öðruvísi. Þetta það komið aftur þessum með viðhorfið. Það kemur viðhorfið skiptir, já. En varandi og svo svo þegar að hér áður, þegar að var verið að stjóta fyrir utan opnunatíma, þá fór maður að spyrja sjálfan sig og þá byggðist upp kvíði að því við erum úti í mikil náttúru og það mikið af skurðum og alls konar þarna í kring eru einhverjir að skjóta hérna í skurðunum þetta héðan eða þetta þaðan og hvaðan koma þessi byssukvellir og þetta hefur byggt upp minn kvíða en ég held að þessu sé endanlega lokið á Álfsnesi og ég vil bara trúa því og úrskurðurinn fer svo djúpt ofan í marga hluti það alveg 10 önnur atriði sem að væri hægt að taka þarna til en hins vegar var Hæstaréttardómur hérna árið 2010 þá var það íbúasamtök Kjalarness og íbúið þarna á Skriðu sem að fara í mál við skotfélögin þá Reykjavíkurborg sett til hliðar af dómstólum að þeir séu ekki aðili máls íbúasamtökin tapa þessu máli illilega og þurfa að borga verulegar upphæðir í málskostnað og í framhaldi af því selur maðurinn húsið það var mikið sem þurfti að borga og þess vegna höfum við alltaf litið á við erum ekki að fara í mál við skotfélögin sjálf það eru eftirlitsaðilarnir og þeir sem veita leyfið og mér langar nú að því ég er ekki vissum að koma stað hérna aftur mér langar bara að segja það ég vil skotveiðimönnum í rauninni bara ekkert nema það að þeir geti æft sig á góðu svæði þar sem að þeir eru allir eru í sátt við náttúrun og annað þvíumlíkt og að það sé fundinn þessi staður og það getur verið mörg félög hérna á höfuðborgarsvæðinu sem takir sér saman þannig að sé hægt að byggja upp eitt gott skotæfingasvæði. Góð hugmynd. Ég er búin að setja þessa hugmynd nokkra sinnum fram við borgarfulltrúa og þetta er svona svipað Þetta er svona svipað og var gert í Bláfjöllum á sínum tíma þegar að skíðasvæðin voru saminuð. Og bara gangið vel. Þannig að þú farið að loka orðin hjá okkur. Já, ég ætla að taka undir það sem Sigga búin að segja bara, þú veist, og líka borgarstjórum kom eiginlega líka búin að setja þetta eiginlega á stað. Það átti að búa til íþróttasvæði svona miðstöð fyrir skotíþrótta. Þannig að þetta er bara frábært. Ég fyrir mínu hönd segir baráttan ekki alveg búin. Við erum ekki búin að fá frið vegna þess að það sé önnur svæði sem er beint við hliðina sem er enn með starfsleyfi, bráðabirgðastafsleyfi hins vegar. Þannig að við þurfum að vera varkárar áfram. Það er bara það
sem ég segir, ég tel við erum ekki alveg búin. Eitt var í lokin frá þér. Já, það er bara gott að geta komið á framfæri þessu málum því að við höfum reynt að komast í fjölmiðla og það hefur enginn talað við okkur. Þú ert svo eini. Já. Sko, ég er náttúrulega fólki komin sem sprengdi Laxár stíplu, sko, styrir mjög ásett. Já. Þetta er bara... Stundum að fólk að grípa til rótækrar ástafana. Því miður er ekki mikið vettvang hvað sem að venjulegt fólk getur komið stað. Já, ég fagna hópið eins og ykkur. Það búið að vera mjög lærdómsríkt og gagnlegt að fá okkur í heimsókn og bara til hamingju Kristbjörn, Anja, Sigríður og Ólafur. Takk fyrir komuna. Takk fyrir og bara takk fyrir Björn að taka og hvetja okkur til að koma. Og það er okkur mjög mikils virði og svo er skemmtilegt líka að vera með þér hérna í þættin og spyr svo skemmtilegra spurningar. Já, gaman að heyra. Takk sömuleiðis. Takk. Við höldum áfram með rauðaborðið eftir andartak. Kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér er Pétur Eggers, sérlegur, hvað var að segja, rannsóknarblaðmaður, grúskari og þar fram til aktivisti Rauðaborðsins og samstöðvarinnar. Almennileg kynning. Já, ekki. Bara teka þessu. Ég fekk þig hingað svona í dag á mörgum ástæðum. Mér langar svolítið að spjalla Gaza, náttúrulega alltaf fyrst og fremst og Palestínu og Vesturbakkann og allt það sem er að gerast. En það er líka svo margt annað að gerast. Þetta er svona eins og svona Gaza er svona punktur og það er svona þræðir einhvern veginn svona og svona bara sem að einhvern veginn leiða mann í bara fasismann einhvern veginn sem er svona undirliggjandi í öllu okkar samfélagi og öllu hinu vestræna samfélagi og það er bara einhvern veginn svo margt í gangi en ekkert í fréttum og ekkert einhvern veginn, það er rosa mikið af upplýsingum og erfitt að vinna úr þeim og mér langaði svona einhvern veginn að ná svona að kjarna þetta svona með þér. Kannski byrjum bara á Gaza. Hvað er að frétta af Gaza? Já, það er þegar stórt er spurt. Það hefur ekki verið auðvelt að halda utanum svona rauða atburða síðan að meint vopnahlé var sett á og í rauninni mætti segja að maður sjái sko meira af ísraelskum áróðursfréttum og herferðum og auglýsingum heldur maður sér af raunverulegri umfjöllun frá blaðamönnum á Gazaströndinni eða á Vesturbakkanum sem er náttúrulega undir miklum árásum þessa dagana. En svona kannski að því sem að þú sagðir í inngangnum sem var það að Gaza virðist vera einhver svona smá miðpunktur. Þannig að það eru margir sem hafa komið orðið að þessu eflaust betur en ég mun gera núna en það er augljóst að eins og þú segir að maður horfir á það sem er að gerast á Gaza og óhjákvæmilega hugsa maður fasisma. Sumir vilja meina að sko vandamálin við kapitalisma séu að kjarnast á Gazaströndinni eða kolónialisma eða hægt að rýna í þetta á mismunandi levelum en eins og einhver sagði við mig ég man ekki hver það var einhver sagði við mig einhvern tímann að fasismi er í rauninni sko það stig kapitalisma sem þú endar á þegar kapitalismi bregst almennum borgurum og það er náttúrulega bara eðli kapitalisma hann drekkur upp svona auðinn og þjóðararðinn og byggir á því að fé streymi sko frá almenningi og meiri hluta yfir til minni hluta sem heldur áfram að skapa skýjaborgir af seðlaturnum og þegar kapitalismin fer að bregðast að þá náttúrulega eykst valdbeiting því að það kemur sig svona ákveðin óró í samfélaginu. Sáum þetta í hruninu ég held að sko við höfum ekki séð svona ýkta birtingamynd óánægju almennra borgara eins og í hruninu áður þannig að lögreglan var einhverju leyti óviðbúin og hún sór það líka að hún myndi ekki láta
grípa sig svona off guard aftur. En það hefur bara út allan heim höfum við séð svakalega aukningu í lögregluofbeldi og valdbeitingu í rauninni valdastéttar gegn borgurum sínum en hvergi sjáum við það verð heldur en á Gazaströndinni. Og hérna, já, ég held að það sé svona heilbrigðasta leiðin til þess að horfa á það og líka átt að sjá því að þetta allt samtengt og þaðan kemur náttúrulega svona þessi frasi sem margir segja að enginn frjáls fyrir en Gaza frjáls eða enginn frjáls fyrir við öll frjáls sem að svo sannarlega satt. En já. Já, ég að lesa hérna eins og þú segir, það eru svona takmarkaðar upplýsingar sem koma frá Gaza núna og það ég meina stærsta ástæðan fyrir því væntanlega vegna þess að það bara búið að myrða alla blaðamenn sem eru á svæðinu. Já. Og það eru bara ansi fáir þannig til þess að bera vitni það sem í gangi. Fólkið sem einhvern veginn eftirlifendur, þau eru bara upptekið núna við það að reyna einhvern veginn að moka saman lífum sínum eða bara halda lífi. Og já, svona þessar fréttir sem eru að berast eru ýmist af svona vopnahlés eða hérna bara stríðsglæpum í Ísrael sem einhvern veginn svona svolítið svona þaggaðar með fréttum af uppreisnarhópum sem og bara palestínufólk að drepa palestínufólk og svoleiðis. En ég meina, hvernig veitum við hvað rétt og hvað rangt í þessu? Já, ég meina það náttúrulega svona erfiða við svona flókna stöðu að það erfitt að fylgja þræði ef maður ekki með heildarmyndina og það besta sem maður getur gert náttúrulega bara að sækja sér upplýsingar úr öllum áttum og ef að þú tekur inn áróður rétt eins og þú tekur inn upplýsingar frá Ísraelum eða áróður frá Ísraelum rétt eins og þú tekur upplýsingar eða áróður frá Hamas og þú tekur það inn að jöfniði og þú leggur þetta niður fyrir fram að þig og þú horfir yfir svona stöðumála og valdastrúkturinn og þú veist úr hvaða valdastöðu hver að gera hvað þá verður náttúrulega sannleikurinn hann kemur í ljós. Það erfitt að hilma yfir honum en það erfitt að sjá það ef að maður hefur ekki heildar sýnina og á það reiðir náttúrulega áróðurinn. Hann reiðir á það að fólk sé bara að lesa yfirlýsingar frá ísraelska utanríkisráðuneytinu eða varnarmálaráðuneytinu eða þú veist og þú sért ekki að lesa upplýsingar sem koma beint frá stjórnvöldum í Palestínu eða frá mannúðar félögum eða annað. Þannig að besta leiðin til að reyna að grisja út hvað raunverulega gengur á er náttúrulega bara að skoða hluti í sögulegu samhengi, að skoða fréttaflutning úr mörgum áttum og að reyna að leggja dálítið niður tímalínuna sjálfur. Og það er allavega á þessum tímapunkti nánast óhjákvæmilegt að setja sig inn í þetta án þess að gera það. En það er náttúrulega augljóst að þetta vopnahlé sem var tilkynnt var ekkert nema leikrit og það hefur endurspeglast verulega í íslenskum fjölmiðlum að umfjöllun þetta vopnahlé, hún er bara óheiðarleg í alla staði og það er þú veist, var verið að tala um það að Ísrael væri búið að rita undir vopnahlé og Hamas búið að rita undir vopnahlé og vopnahlé komið á sama tíma og Ísrael að sprengja fólk á Gazaströnd og þú veist, maður að lesa á einum degi, maður að lesa fréttir að Ísrael ætli sér að virða vopnahléð og síðan er næsta frétt Ísrael að sprengja almenna borgara og fólk í flóttabúðum. Og það er einhvern veginn það er ekki sett, þú veist, það er aldrei farið í einhver svona heildræna greiningu á öllum upplýsingunum sem koma og ég skilja það alveg, bara vera í stöðu blaðmanns og vera bara með einhverja fréttaveitur og vera svo í sambandi við fólk á Gaza og einhvern veginn að reyna að púsla þessu öllu saman en það er einmitt það sem vantar svolítið svona samhengi. Já, ég meina að við sjáum líka að það er mikið undir hjá valdhöfum að reyna að slíta og rjúfa samhengi og við sjáum Ísrael að fara það langt að núna var bara verið að tilkynna $12 milljón fjárfestingu Ísraelska ríkisins í sem sagt vörslu og umönnun á uppgraftarsvæðum og fornmunasvæðum innan Vesturbakkans. Þetta er náttúrulega bara gert í þeim tilgangi að afmá söguna og reyna að þurrka út í rauninni þjóðarkennileiti Palestínumanna og það sem þeir vilja sjá síónistar og þeir sem aðhyllast útþenslu þessa kynþáttaríkis að þeir vilja náttúrulega bara sjá alla muni þurrkaða út og þeir vilja geta sagt eftir 50 ár að Palestínumenn hafi náttúrulega bara aldrei búið á þessu svæði að þetta séu bara Arabar og nágrannaríkjum sem hafi komið þangað inn og þú veist og það er narratífinn sem að þau reyna að mála en við vitum náttúrulega að það er ekki satt og það þarf ekki að gera annað heldur en bara að rýna í jarðarannsóknir á svæðinu og kynna sér örlítið aðdraganda seinni heimsstyrjaldar og svona hvernig landslægið var þegar Bretar fóru þarna með völd og hver bjó á landinu þá og hver tekur við landinu og hvaðan fólki kemur. En þeir vilja ekki
þeir vilja ekki að fólk sé meðvitað þetta og þau fjárfesta gífurlegum fjármunum í þessu. Síðan náttúrulega samhliða þessu eru aðgerðir eins og yfirtakan á TikTok í Bandaríkjunum, þar sem að núna, ég man nú ekki hvað hann heitir, amerískur síónisti, sem að ég man ekki hvað heitir akkurat núna. Nei, kemur seinna. Já, sem að fekk í rauninni yfirtökurétt og eignast TikTok í Bandaríkjunum eftir áralanga herferð Já, ég meina þeir ætluðu að loka og lokuðu í eitthvað, það var nú ekki langur tími. Já, það voru svo 2 aðrennur gerðar að þessu, en að mestu þá gekk þetta svo sem friðsamlega fyrir sig þessi yfirtaka, svona fyrir utan sirkusinn sem fylgdi þessu í umfjöllun og þegar þetta tekið fyrir á þingi og eitthvað. En á hverju vilja þær eiga TikTok? Ef þú átt TikTok þá hefur náttúrulega stjórn á algoritmunum og það er þannig sem að við stjórnum umræði í dag að við setjum ákveðin bannorð inn í algoritmun okkar, þannig að við erum ekki að til dæmis ef vídeó eða texti við vídeó hefur orðin frjáls Palestína eða þú veist all cops are bastards eða ákveðin orð sem eru svona andfasísk eða standa með mannréttindum sem að gengur gegn hagsmunum ríkjandi valda, að þá geta þau hreinlega bara lækkað í takkanum og sagt ekki vera að stinga upp á þessu myndbandi við fólk sem er að vafra á plattforminu okkar. Og það er vald í dag. Ég meina það er birtingamynd valdsins í fjölmiðlum. Þetta er ekki eins og þetta var fyrir 2 áratugum síðan þar sem að valdið snýrist rosa mikið utan dagblöðu útgáfu þeirra. Það hefur náttúrulega orðið að stafrænum miðli og við höfum séð að þessi neysluhyggja og þessi örmyndbönd hafa alltaf tekið við af fréttaveitum fyrir mjög marga. Og auðvitað fylgja þá valdhafar og peningar þangað og þá snýst baráttan að hafa ígrip þar og ég meina við vitum náttúrulega að Mark Zuckerberg er síónisti sjálfur og hann hefur alla tíð gert það erfitt fyrir fólk að kritisera Ísrael, en það hefur náttúrulega bara gefið í síðan að Trump tók við síðan að það var í rauninni bara normaliserað að málfrelsi sé keppt og það á sér stað í rauninni ákveðin svona bara ákveðin bylting í þágu auðvaldsins. Bara núna þegar Trump tekur við í öðru annarri valdatíð sinni að þá getur fólk bara verið opinskátt með það að það vilja ekki leyfa ákveðna umræðu og við höfum heyrt Netanyahu bræða þetta fyrir framan myndavélar, hversu mikilvægt það er fyrir Ísrael að halda ítökum sínum þar. Já. Og einmitt þetta þegar Trump er að útskýra svona þegar hann svona sannfærði Bibi Netanyahu að gangast að þessu vopnahlé samkomulagi þá sagði hann einmitt Bibi you can't fight the world og þá var hann að tala um upplýsinguna. Hann var ekki að tala um her eða hann var ekki að tala um þú veist að því þeir eiga allan herafla í heiminum einhvern veginn Ísrael og Bandaríkin sín á milli að þeir virðist. En það var þetta sem hann var að ræða og þetta er sko svona strategískt þá óttast maður að þetta sé ansi snjallt þetta vopnahlé hjá þeim. Já, það er það, virkilega hefur skilað sínu og maður sér það bara í umræðunni hjá almenningi á Íslandi núna að þetta algjörlega, þetta brýtur upp í rauninni þar sem að einn rauður þráður upp í trilljón mismunandi þræði þar sem að þú þarft að fara að fact-checka hverja staðhæfingu fyrir sig og allt í hennu koma staðhæfingar það kemur út myndband á Hamas-liðum að aflífa menn út og götum úti og það verður talk of the town og maður þarf að fara að skoða það, hvað er að gerast þar og mynda sér afstöðu til þess og á sama tíma þá er Ísrael að sprengja flóttamannabúðir en þau staðhæfa að Hamas hafi sprengt fyrst og maður þarf að fara að skoða það og þá kemur náttúrulega í ljósa að það er ekki rétt að það var Ísrael sem að veldur þessari sprengingu sem að það síðan fylgir eftir og það sama með þessar opinberu aftöku sem er náttúrulega skelfileg og En ég meina í landi það sem er ekkert réttarkerfi. Já, einmitt, ég meina en það á ekki að vera eitthvað erfitt að tala um svona hluti að ástandið er skelfilegt á Gazaströnd og Hamas er uppreisnarsveit sem að raunverulega verður til þú veist, undir Það eru Ísraelarnir sem búið til Hamas. Já, og við sjáum að þeir menn sem eru teknir af lífið þarna á götunni eru að berjast fyrir hersveitir sem eru fjármagnaðar og skipaðar af Ísrael og þetta eru opinberar þetta er ekki samsæriskenningar þannig að þú veist, ástandið er ekki svo einfalt að það séu bara Hamas er ekki alveg Hamas þú veist, þetta er mjög flókið. En það líka bara að setja þessu hluti í samhengi að þú veist, auðvitað blöskra mér þetta svakalega og ég fekk bara þetta var hræðilegt sem maður þarf bara að vinna úr að hafa séð þetta myndband eins
eins og öll myndböndin sem að koma af Gazaströndinni og að segja mér að þetta sé eitthvað sem eigi að breyta heimsýn minni á sama tíma og ég að horfa á regluleg, dagleg myndbönd úr fangelsum í Ísrael þar sem að stjórnmálamenn að niðurlægja menn, þú veist sem þeir eru búin að binda fyrir auguna og binda hendur fyrir aftan bak og láta krjúpa í kvalafullum stellingum og þeir eru að senda hunda og gamlar konur og þeir eru að drepa menn á nákvæmlega sama máta þar sem að þeir krjúpa á jörðinni og eru skotnir aftan í hausinn, skilur út á götu. Þannig að það þýðir ekki að láta eins og þetta atriði sem að já, það er mjög hentugt hvernig framsetningin á þessu hefur verið fyrir stuðningsmenn Ísrael. Og hérna, já, þú talar fjölmiðlar náttúrulega spila mjög stóra rullu í að viðhalda upplýsinga óreiðunni í rauninni með því að svona pikka úr og ég svona setja fram og það var frétt sem að ég tók eftir helgina. Þar var að vera að tala að lík gíslana, ísraelsku sem voru palestinski gíslar í ísraelskum fangelsum, oft kallaðir fangar í árúf meðal annars, en eru þetta bara gíslar, þetta eru bara menn sem eru teknir án dómstóla og geymdir jafnvel í áratugi. Þessi lík sem var skilað til fjölskyldnanna á Gaza og báru öll merki þess að hafa sætt hryllilegum pyndingum og það vakti svona athygli mína hvernig var sagt frá því á RÚV. Það var talað meint ofbeldi og það var talað að já, hugsanlega hefðu þeir verið drepnir en samt var verið að lýsa lýsa því hvernig þeir voru líkin voru útleikin, að það er engin vafi á því sem að maður er að sjá með augunum einhvern veginn en fjölmiðlar eru svo uppteknir af því að vera að sýna að fara eitthvað svona milligveg að þeir einhvern veginn taka, ég veit ekki hvort það viljandi eða óviljandi afstöðu með bara kvalarunum. Já, akkurat. Já, ég meina að þetta blaðamenn RÚV láta eins og myndböndin af ísraelskum hermönnum í ísraelsku fangelsi að nauðga palestinskum fanga með járnröri upp í rassinn, þar sem þeir mynda skjaldborg með skjöldunum sínum til þess að hylja það frá myndavélunum sem að tekst ekki. Þeir láta eins og þetta myndefni sé ekki til, þau láta eins og að vitnisburður allra þeirra sem að hafa komið út úr ísraelskum fangelsum sé hvað þá mögulega Hamas lígi eða þú veist, við erum að tala um það að Ben-Gvir, ég kann ekki alveg að bera frá nafnið hans, sem að hvað hann ekki, ekki utanríkisráðherra, hann varnarmálaráðherra Ísrael, að hann ítrekað, við erum að tala um ítrekað, hann að ganga inn í þetta helsta fangelsi sem að þau kalla hryðjuverkamannafangelsið, að taka upp myndbönd af niðurlægingu sem eiga sér stað, sem að samræmist bara algjörlega við þær pyntingar sem að talað um. Þannig að þú veist, þetta bara eitthvað svona off the top of my mind, þar sem að ég man eftir að bara hörðum sönnunargögnum það sem gerist inn í þessum fangelsum. Ég meina Maggastína, hún talaði um þetta nákvæmlega. Já, einmitt, þú veist. Já, þannig að það bara augljóslega ásetningur að fjalla á ákveðin máta ákveðna hluti og þú veist, mér langar ofta að trúa því að fólk sé bara glært og fólk séu einhverjir vitleysingar og það sé ekki með einhverja analega hagsmuni í brjóstegi þegar það að flytja sína fréttir, en því trúi ég bara ekki. Það ekki, ég get ekki sagt að ég trúi því. Það eru augljóslega hagsmunir sem verið að verja og við sjáum þetta ekki bara á RÚV, við sjáum þetta á Vísi og við sjáum þetta á MBL og þú veist, þetta náttúrulega bara þeir sem fara með völd, fara með fé og þeir sem fara með fé eru bundnir sömu hagsmunum og ólíkarkar allstaðar og það fólkið sem stjórnar þessu landi og þessum fjölmiðlum. Akkurat. Þú myndist þessu á Vesturbakkann. Það hafa ekki borist mikla fréttir af Vesturbakkanum en það sem í gangi á Vesturbakkanum bara nákvæmlega það sama og var að gerast á Gaza hérna fyrir 10 árum síðan, 20 árum síðan. Já. Og þannig verið að þrengja og minnka svona leyfileg landsvæði Palestínumanna. Það voru náttúrulega gerður hann eitthvað sáttmáli Vesturbakkann, ég held að það hafi verið 67. Oslo. Já, var hún skipt upp í annað skipti á milli Ísraela og Palestínumanna. Vesturbakkinn samt að ná í sjálfu sér að vera að stærstum hluta í höndunum á palestínufólki, það hins vegar ekki þannig og núna alltaf verið að stækka umráðasvæði Ísraelsmanna og það sem þeir hafa verið að gera núna undanfarið að þeir eru að taka bara gísla, að þeir eru að taka menn bara tugi, ef ekki 1000
menn, bara saklausa menn og fara með þá í fangelsi. Þannig að á sama tíma og þeir segjast vera að sko tæma út úr þessum pyntingafangelsum sínum, þá eru þeir að fylla þau aftur. Einmitt. Og það nefnilega, ég myndi segja að það væri svona stærsta kannski brotið á líka þessu vopnasamkomulagi. Já, ég meina og bara, þú veist, talandi þessi ratar og ratar ekki í fréttir, að núna hvað í seinustu viku, þá var, þetta þýskur, ísraelskur aðgerðarsinni sem hefur verið þarna, veit ekki, seinustu 4 ár, hann svo tiltölulega ungur, en hann hefur verið þarna á Vesturbakkanum og í rauninni stunda sko bara viðveru vörn, held ég að maður megi kalla það og það svona þekkt aðferð sem aðgerðarsinnar á Vesturbakkanum hafa notað til að verja heimamenn frá árásum landnema eða landræningja og það felur einfallega bara í sér að manneskja með ísraelskt vegabréf á staðnum og það hefur verið nóg til þess að halda aftur af ofbeldi landræningja. En núna þá eru að koma fleiri og fleiri yfirlýsingar frá aðgerðarsinnum og honum sérstaklega það að það bara nægir ekki til lengur. Nú er búið að ráðast á hann nokkru sinnum, það er búið að handtaka hann ítrekað að tilefnislausu. Það fór núna myndband í dreifingu seinustu viku þar sem við sjáum sko bara Ísraela sem eru með bundið með grímur fyrir andlitum veitast að fólki sem að vinna á ólífuuppskeru held ég, ef ég maður rétt og þeir hlaupa bara að bara almennum borgurum og einn að tekur járnrör og lemur, þú veist, 70 konu aftan í hausinn, fattaru og á meðan allir þurfa að flýja frá og þarna eru náttúrulega ísraelskir aðgerðarsinnar með í för. Þetta er grafalvarlegt og þetta er mjög lýsandi fyrir ástandið á Vesturbakkanum en náttúrulega ekki mjög hentugt fyrir fjölmiðla hér að fjalla um það því almannaálit nú þegar sko með Palestínumönnum og hefur verið það svona mestu leyti en eins og við sáum að þá náttúrulega fjall aðeins stuðningur með Palestínu í einhverju könnunum fyrir 2 mánuðum síðan eða svo og þau sjá ennþá ávöxtun úr því að reyna að stjórna umræðinni, það er ekki eins og það hafa engin áhrif, það er ekkert gefins að við getum haldið umræðinni í þágu mannréttinda ef allir fjölmiðlar ætla að starfa svona. Akkurat. Það er að því þú myndist á hermennina sem voru einmitt svona grímuklæddir og það minnum alltaf á annað svona tengt en ótengt. Það er ICE-sveitindar í Bandaríkjunum og þetta er nákvæmlega sama sviðsmyndin í rauninni. ICE er þá heimfaradeild Bandaríkjanna. Já, og svo ef við kannski lítum bara hérna heim, þá erum við með okkar eigin heimfaradeild sem er og hefur verið núna að svona sækja svolítið í sig veðrið og nú að fara að byggja fangelsi utanum flóttafólk og börn jafnvel. Og þannig að maður sér einhvern veginn að því að við tölum í upphafi, þetta væri allt tengt. Þetta eru allt tengt. Heldur betur. En ég menna ég held bara að rofið við söguna sé svo gífurlegt að við þurfum virkilega að hafa fyrir því að halda þessar umræðu á lofti sko, því að það að fólk sé ekki að tengja við afleiðingar þess að setja upp fangabúðir fyrir fólk sem er að flýja stríð og hungur að það átti sig ekki á því hvert það stefnir, þú veist, á sama tíma og við sjáum, þú veist, raunverulega við erum ekkert eitthvað eins og byrjunadagar Þýskalandsríkis undir Hitlers, þú veist, við erum komin djúpt inn í þessa atburðarás Við erum komin djúpt í fasisman bara. Já, bara rosalega djúpt og fangabúðunar eru löngu risnar upp erlendis og ég menna það eru, eins og ég held ég hef nú talað um einhvern tímann áður, að ég fór á Google Maps að skoða fangabúðunar í El Salvador sem að Bandaríkin hafa verið iðin við að senda fólk ólöglega til og bara án dóms og laga. Í rauninni þá er bara nóg að starfsmenn ICE telji að einhver sé ólöglegur innflytjandi og þá er hann handtekinn og síðan er ekkert gefins að þeir sé sleppt og dæmi allavega einn sem að ég man eftir sem að er bara amerískur ríkisborgari sem að var sendur til El Salvador sko. Og átti í mestu erfiðleikum, ég veit nú ekki hvort hann er komin tilbaka en það var allavega, þetta stóð mjög hátt í sumar þetta mál. En þar voru nú bara í þessu fangelsi voru bara sko, stóri blóðpollar á jörðinni úti og það er bara mjög skýrt mjög skýra loftmyndir sko. Það sé ómikil samsæriskenning að sjá eitthvað á gerðunhattamynd, ég veit ekki kannski er þetta járn á jörðinni en svo maður líka bara einmitt að því að það er alltaf verið að tala um upplýsingaóreiðu og það er alltaf verið að tala um myndir og falsanir og AI og allt það hvernig vitum við að
það sem við innbyrðum með þessum hætti sé raunverulegt. Einmitt, þetta er náttúrulega vandamál sem hefur orðið gigantískt og þó að gervigreindin sé ekki orðin það fullkomin að það sé ómögulegt að greina þar á milli, þá er hún orðin nógu góð til þess að við efumst allt sem við sjáum og það hefur náttúrulega svakalega áhrif en til þess að reyna að greina á milli hvað er gert af gervigreind og hvað ekki. Þú veist, í dag, þetta getur náttúrulega breyst en þróunin hún er í smáum skrefum á þessum tímapunkti en það var þarna Sora sem er vídeó gervigreindar líkan sem að þú setur bara einn texta og það pumpar út myndböndum sem eru þjálfuð á samfélagsmiðla efni sem sagt að það líkan var dálítið stórt skref í þessum gerfi myndböndum en það er ennþá hægt að horfa til þess að ef að myndbandið er mikið lengra en 10 sekúndur og það heldur, þú ert ekki að sjá nein ummerki að hendur sé að bráðuna við líkama eða þú veist sexfingur eða já og í rauninni þá þú veist besta leiðin er að velja sér nokkra hluti og reyna að fylgja þeim í gegnum allt myndbandið og reyna að sjá hvort að staðsetningin, hvort að lögunin á hlutnum, þú veist, eru stafir í myndbandinu sem að þú getur séð fara úr ramma og inn í ramma og þeir skrifa þá sama orðið, alls konar svona hlutir sem að varða continuity sem að brotna niður mjög hratt í þessum myndböndum sem er hægt að horfa eftir og síðan er lengdin annað svona telltale sign en lengdin, þetta verður náttúrulega lengra og lengra þessi gluggi sem að líkunin ráða við og þau eru að verða betri og betri í að halda þú veist, consistency og continuity í myndböndunum en á þessum tímapunkti þá er tiltölulega aðgengilegt fyrir þá sem að setja sig út til að reyna að greina á milli þess hvað kemur úr gervigreindarlíkani og hvað ekki en náttúrulega fyrst og fremst þá er það bara að reyna að greina hvaðan grunnheimildin kemur. Ég sé ótrúlegast að fólk mitt deila gervigreindarvídeóum sem að kannski að því að ég er einmitt farin að efast allt sem ég sé á internetinu. Ég trú ekki neinu lengur sem ég les á internetinu eða sé á internetinu. Þetta er orðið vandamál í mínu lífi að því ég á bara mjög erfitt með að horfa á myndir á internetinu og taka afstöðu til þér. Og ég veit ekki hvort það er gott eða vont. Þá fer ég bara einhverja krókaleið og leita mér upplýsingum annars staðar. En ég fer örugglega á mis við fullt af góðum upplýsingum vegna þess að ég akkurat vantreysti. En einmitt, eins og ég segi, þá hef ég sá daginn þar manneskja sem ég þekki sem að gefa svo út fyrir að vera svona í svona netvörnum fyrir þolendur kynferðisofbeldis sem að deilir gervigreindarvídeói. Og ég heldur það sé raunverulegt þá? Já. Hvers aðeins var það? Þetta var bara eitthvað maður að tala eða eitthvað svona, þú veist, en það var augljóslega, þú veist, það var margt sem að og ég meina, það sem maður var að segja var svo sem alveg merkilegt en þetta var sem plat. Akkurat. Og ég hugsaði bara, vá, fyrst að þessi manneskja er komin á þennan stað, fólk, svona eldra fólk sem að deilir eitthvað svona alveg reynd ótrúlega á Facebook, við kannski séð þetta eitthvað svona amma, deilir eitthvað svona, guð, þið trú ekki hvað þessi kýr gerði þegar hún tókst á loft eða eitthvað svona, þú veist, maður bara er alveg svona, þetta er... Sko, það er gott að minna sig á það bara svo maður missi nú ekki alla trú að upplýsingaóreiða hefur alltaf verið til staðar. Þú hefur alltaf þurft að spyrja þig hvort að þú treystir þeim því efni sem þú ert að innbyrða eða ekki og til þess að raunverulega geta staðið við heimildirna sem að notar þá þarftu alltaf að leggja rannsóknarvinnuna í það. Það er ekkert nýtt. Já, þú þarft alltaf, þegar maður er í blaðamennsku þá þarf maður eiginlega að vera með eina frumheimild og svo 2 heimildir sem staðfesta eða bakka upp og það er ágætisregla. Já, og það hefur alltaf verið svoleiðis út af því að það hafa verið valdamiklir leikmenn í öllum samfélögum sem að vilja hafa áhrif á söguna og hvernig við upplifum hana. Það er ekkert nýtt af nálinni. Þessi tækni er nýja nálinni. Það er óhugulegt að sjá svona djúpfalsanir og annað. Lögreglan hreinsaði upp eða fór að deila einhverju. Já, einmitt. Það var alveg svona, það var með ólíkindum og hugsaði með sér bara, þú veist, ég meina ekki eins og þið höndlið. Einmitt. Já, ég meina það er svona það sem er stærsta breytingin í okkar raunveruleika núna er svo staðreind sem er óumdeilanleg að allt myndefni og vídeóefni og hljóðefni krefst þess nú að þú hugsir þig 2 áður en þú treystir í. Sem er kannski ekkert slæmt. Nema kannski, ég velti þessu svolítið fyrir mér í samhenginu með, þú veist, eins og nú er allir með svona ringmyndavélar og það eru myndavélar í Teslum og svona og það er alltaf verið að taka myndir af okkur alls staðar en ég meina, sönnunargögn og svona hlutum, það er
kannski rökkva skamt ef að það svo auðvelt að falsa. Já, en síðan það aftur, nú bara fyrir smá samhengi, ég hef starfað við að þjálfa tauganet eins og þessi, aðalega í hljóðvinnslu og ofan á það þá ég sko með háskólagráðu í hreyfimyndaframleiðslu og margmiðlun, þannig að ég kem frá stað sérþekkingar hvað þetta varðar og við erum ekki þar að það sé ekki hægt að aðgreina eða reyna að staðfesta hvort að grunnvídeóheimild sé fölsuð eða ekki og til þess eru tól og aðferðir sem við notum sem að það rýnir ekki nauðsynlega einu sinni í innihald myndefnisins heldur rýnir í rauninni í sko kóðan bak við myndefnið og þá skráningu metagagna sem að fyrirfinnast innan þessara skjala. Þannig ef ég efast eitthvað þá sendi ég bara þig. Já, en það náttúrulega, þú veist, þetta eins og öll önnur rannsóknarvinna, já, ég myndi alltaf hjálpa þér, þú veist það og það er aðstoð við að aðgreina hluti en bara til að gefa svona innsýnin í það ef ég ætla núna að vísa fram einhverju vídeóheimild og það einhver vafi það hvort að hún sé gerða gervigreind eða ekki, að þá eru þær aðgerðir sem við förum í eins og ég sagði áðan, við byrjum á að skoða lengd efnisins, skoðum hvernig haga hlutir sér eðlisfræðilega inn í myndefninu, þú getur greint alls konar hluti eins og þú veist ef að bíll að keyra í myndbandinu og síðan snarhemlar bíllinn ef þetta er spurning eitthvað hit and run eða hvað það þá getum við náttúrulega reiknað út hegðun hlutarins í myndbandinu og borið það saman við eðlisfræðileg lögmál og þannig komist að niðurstöðum það hvort að það sé hvort það samræmist lögmálum heimsins eða ekki og þar náttúrulega brotnar gervigreindin gífurlega, hún hefur ekki völd á eðlisfræðinu þó að hún hermir stundum ágætlega eftir henni þannig að það eru ýmis ráð sem við getum notið önnur heldur en bara að leita 5 puttum eða Já, en við erum hvergi nálægt í að gervigreindin sé bara að þú getur reitt á það hún framleiði samfærandi sönnunargögn því að það er svo sannarlegt að hægt. Það er mjög gott að vita það og ég meina það var náttúrulega frétt mitt af einhverju svona gervigreindavídeó bara núna fyrir helgi þá var af kennara og nemanda það fór rosa hátt þannig að þetta er þarna en þetta er ekki svona það eru leiðir til þess að Já, en síðan líka sko að þú veist ég vil alls ekki gera lítið úr þessu vandamáli og skjalafölsum í gervigreindin og þegar orðið stórt vandamál bara með að lögfræðinga, þú veist við sáum núna Deloitte ef ég man rétt var að endurgreiða einhverja svakalega peninga út af lögfræðiþjónustu þar sem að þeir voru búin að vera með útselda lögfræðiþjónustu þar sem að ChatGPT var bara að gera samningana og þeir held ekkert vatni og þetta var bara fullt af einhverjum hvað segir maður einhverjum hallucinations segi ég Já, bara einhverju villum bara. Já, þess að gervigreindin hún gerir það sem er kallað hallucinata eða það er eitthvað fallegt íslenskt orð sem við getum notað yfir þetta. Fabulera. Já, kemur til okkar. Já, þetta er mjög áhugavert. Ég velti þessi mikið fyrir mér en mér finnst þetta reynda svolítið gott að ræða þetta við þig af því að ég hef haft miklu áhyggjur af þessu en þetta bendur allt til þess að við séum ennþá bara mjög tilneytt til þess að nota heilann áfram. Já, og við búum bara eins og áður í heimi þar sem að það er auðvaldið sem að fer með völd og það vill okkur ekki vel og það er staðreynd og það var það fyrir AI og það verður eftir AI og AI verður notað til þess að reyna að fylgja eftir hagsmunum þessara hópa því að þeir eru hóparnir sem fjárfesta í þessari tækni og fara með valdið þar eins og annars staðar þannig að það er bara svo sannarlega ástæða og tilefni til að hafa áhyggjur en varðandi þetta mál með nemandan sem að gerði myndefni af kennara og öðrum nemanda að kyssast að þú veist það verða grófari mál en þetta, skilur sem eftir að koma til umfjöllunar í náinni framtíð og þetta er stórt vandamál og að nota þessa tækni til kúunar aðferða þar sem að þú kannski vilt einhver reynir að fjárkúa þig með mynd sem að er kannski auðvelt að sanna hún sé gervigreind en fyrir einstaklingin sem að er verið að hóta að senda þetta á vinnuveitanda eða hvað það nú er að þá vilt ekki fá þetta situation upp og þú veist, þarna erum við að sjá skuggalega þróun og bara siðferði með gervigreind og þú veist, hver hefur yfirumsjón með henni þú veist, treystu við ríkisvaldinu til að hafa yfirumsjón með þessu og persónuvernd eða treystu við tæknirísum til þess eða treystu við einstaklingnum til þess að vera ábyrgur fyrir gjörðum sínum þú veist, hvað ætlum við að gera þarna það er flókin spurning sko. Já, og það er einhvern veginn maður er einhvern veginn, þetta eru svona spurningar sem kannski brenna á manni og brenna á samfélaginu og fólkinu í samfélaginu eru upplýsingu og það er einhvern veginn, þetta tengist allavega fyrir mitt leyti þá er svolítið svona
frasa sem að opnaði kannski augum mín fyrir því hversu ofboðslega bara svona drekk hlaðin veröldin mín var af alls konar fölskum upplýsingum og hérna svona hagsmuna aðilum að reyna að hafa ykkur áhrif og hvernig lífið mitt einhvern veginn svona stýrðist af algoritma að mörgu leyti. Ég veit ekki hérna hvort þú kannast við, sko, ég hef oft, maður hugsar eitthvað og svo sér maður svona sponsored ad og þá hugsa maður bara eitthvað, wow, það er að lesa hugsanum mínas. En það er auðvitað ekki þannig. Það er bara verið að stýra þeir í einhver átt. Og það er búið með einhver svona subliminal algoritma bara að stýra þeir í einhver átt, þannig að þú hugsar eitthvað og þá poppar upp auglýsingin. Og það er þetta sem mér finnst svo skeri, sko. Já, sko bæði er satt. Við erum náttúrulega mun fyrirsjáanlegri allavega í svona grunnri hegðun en við teljum okkur vera. Engin manneskja er fullkomlega fyrirsjáanleg og aldrei myndi ég halda því fram en svona frá sjónarmiði markaðsafla að þá eru svona hvatir mannskepnunar eru frekar fyrirsjáanlegar og hérna hvað ákveðnir svona stimulants gera og hvað ákveð efni gerir er frekar fyrirsjáanlegt, þannig að eins og hérna... Ég man eftir að hafa lesið þetta hérna svona subliminal, hvað var ekki, Edvard Bernays og hérna Frændas Freud sem að bjóð til hérna subliminal hérna kókauglýsinguna í bíó og þú veist, það er bara ennþá verið að nota þetta allt á okkur. Já, reyndar þá sko sú hérna auglýsing skilaði ekki miklum árangri í hérna, svona, þú veist, þetta er smá pseudo-science en enga síður, ég horfði á það meira eins og einhvers konar svona gjörning sem að sýnir okkur sko hvað auglýsendur vilja gera. Já, hversu langt þeir vilja seilast. Já, þú veist, ef þeir gætu bara hérna laumað hugsunum inn í hausinn á þeir, þá myndu þeir gera, ef þeir gætu tekið yfir hausinn á þeir, þá myndu þeir gera það. Já, fattar þú. Og þetta var svona sýndi mjög vel hver ásetningur auglýsenda er. En það er ekki svo auðvelt að koma hlutum í undir meðutund okkar að það að sína einn ramma á leiftur hraða hérna sem þú kemur inn í kvikmyndina að sé að fara að láta þig fara og kaupa þér pop og kók í hlið. Það virkaði ekki og hefur verið afsannað. En enga síður mjög áhugaverð tilraun sem var gerð þarna. Og þeir sem kannski ekki þekkja það, þá erum við að tala um hérna þetta var tilraun þar sem að einhver, ég man ekki hver það var, einhver... Edvard Bernays, held ég. Já, einhver af þessum gömlu kapitalísku sálfræðingum vildi koma sko einum ramma af Coca-Cola logoinu inn í kvikmynd. Þannig að þú ert að horfa á kvikmynd sem er, ég veit ekki hvað þetta var á þessum tíma, örugglega undir 24 römmum á sekundu, en hérna, x margir rammar á sekundu, og sen í einn ramma þá blikkar Coca-Cola auglýsingin og þú áttar það ekki á að þú hafi meðtekið hana en í undir meðutundinni átti að hafa meðtekið Coca-Cola logoið og þá hugsaði í hlénu, já, mikið vil ég fá mig kók. Það var það sem hann var að reyna að framkalla. En við þurfum því miður fyrir hérna auðvaldið, þá er það ekki svo... Það er ekki alveg svona einfalt. Ekki svona auðvald að samfæra okkur að við viljum kók. En það er orðið ansið auðvald að stýra okkur í gegnum samskiptamiðla og við náttúrulega, sko, uppgangur, að því að við erum að tala um svona uppgang fasisma og hérna, það er svona beinlína einhvern veginn á milli notkunar og samskiptamiðlum, algoritma, það eru sko hegðun ungra karla sem eru orðnir íhaldsamari, þeir eru orðnir einhvern veginn svona kirkjukristnari og ekki það sé endilega slæmt en hérna og hérna þeir eru einhvern veginn svona já bara þú veist þeir eru horfnir aftur til eitthvað svona gamalt að gilda það sem er svona svolítið svona kvenfyrirlitning og útlendingahatur og eitthvað svona ég veit ekki bara svona þú veist, kjarnorkufjölskyldan er einhvern veginn svona að því að þetta er mjög þægilegt fyrir kapitalisman. Kjarnorkufjölskyldan er bara hönnuð til þess að virka í kapitalísku samfélagi og við erum bara einhvern veginn komin með bara málsfara fyrir þetta fyrirbæri hérna í okkar eigið samfélagi. Akkurat. Alltaf fleiri og fleiri. En hérna þannig að það er gaman að velta þessu fyrir sér sko hvort að einmitt sko, ég veit ekki hvernig við getum náðu utanum þetta svo sem. Já, mér hefur verið þetta svona hugleikið eins og mörgum, bara þessi þróun sem er í gangi og síðan sér maður náttúrulega að það eru, þú veist, miðflokksmenn og hérna aðrir áhrifamiklir einstaklingar í samfélaginu eru búin að setja sig í stellingar til að gera það sama og við höfum séð til dæmis Tony Robertson gera í Breitlandi og Elon Musk gera í Bandaríkjunum og hérna þetta er augljóslega bara eitthvað sem við þurfum núna bara að takast á við á mun meiri skala en við höfum verið að gera hingað til. Og sko núna var kvennafrídagurinn bara hérna daginn og maður sér mikið af mönnum og strákum sem að segja hérna bara hvað er ekki komin hérna bara launajöfnuður í samfélagið og þú veist einhver könnun segir að 40% eða 40% samfélagsins sko sé á því að það sé komin á jöfnuður og
það fyrir mér er augljóst að þetta er fólk sem ekki þekkir samfélagið sem það býr í og þekkir ekki sögu samfélagsins og þú veist, það er eiginlega óhugulegt hversu mikill sögulegur hvítþvottur hefur átt sér stað í nútíma samfélagi á Íslandi því að landnemar sem kom hingað fyrir ekkert svo löngu síðan, þú veist, við erum að tala hvað er þetta, 900 eða eitthvað þú veist, 900 til 1200 þegar það er verið að byggja upp þessa nýlandu að þá eru meir og minna bara kvenmenn sem komið með hingað eru konur sem rænt af Englands eða Bretlandsströndum eða Írlandi og Skotlandi þú veist, það eru bara fjölskyldurnar þeirra og eru drepnar fyrir framan þær þú veist, þeir menn sem að lifiðu komu sem þrælar og þær konur sem ekki voru teknar til einhvers konar eiginkvenna og urðu bara ambáttum og svona byggjum við samfélagið og ef þú skoðar erfðamengi Íslandinga í dag að þá eru, þú veist, og einhver líffræðingur getur útskýrt þetta með réttu tungumáli og farið í núansana en eins og ég skil þetta þá er 60% þú veist af þá erfðamengi kvenlegsins á Íslandi á rætur að rekja til Englands og Írlands. Já, Írlands. Það er rauða hárið, og 40% karlmanna þannig að þú veist, þetta hefur auðvitað þinnst aðeins út bara þegar það fóru að koma fleiri innflytjendur til landsins. Já, en svo erum við náttúrulega líka, við erum eyja og við vorum viðkomustaður bara alls konar fólks, víkinga en líka bara vísindamanna og sjómanna og vegna þess að það er mjög þægilegt að stoppa í leiðinni á milli Bandaríkjanna og Evrópu eða eitthvað annað og það verður auðvitað líka blöndun þar þannig að við erum náttúrulega mjög blanda samfélag. Já, en menningarlega þá komum við frá stað sem að byrjar á því að öllum kvenlegnum er rænt úr öðrum löndum og það komið meðan hingað gegn vilja þeirra. Það er ályktun sem er hægt að draga mjög áreiðanlega frá, þú veist, hvenær sem að landnámi er þarna 900 eða whatever, þú veist, alveg til 1200, þá er þetta bara, þú veist, beint þrælahald og nýðingskapur og þarna ertu bara með landnemanna sem að, þú veist, byggja beint á þessu nýfengna landi og valdi sínu yfir þeim sem þau komu með hingað með sér. Síðan, þú veist, kemur kristnin inn og þetta verður að land eða vistarbandi sem að þýðir að í rauninni þeir sem ekki eiga land, þeir eru þrælar þeirra sem eiga land og það er lögumbundi, þú ert ekki frjáls ferðaðina og það er í rauninni svona bara til aldamótanna 1900, bara rétt áður en að Sjálfstæðisflokkurinn er stofnaður og Seðlabankinn er settur á fætur, að þá var fólk bundið þessum vistabandi og síðan færu okkur í rauninni bara yfir í form skuldaþrældóms og það er samfélagið sem við búum við í dag þó að við höfum svona og kynslóðir sem eru nær okkur í tíma hafi upplifað innbyltinguna og séð stóra breytingar á mörgum hlutum að þá hefur þetta ekkert breyst og auðvitað er kvenpeningurinn undir í þessari valdahierarkíu þó að við séum með einhverja auðvaldspósera sem að fara núna eins og valkyrjustjórnina sem að náttúrulega bara representa ekki jafnrétti á Íslandi en það er tala einhverja sigra sem eiga að hafa náðust á sama tíma og þær brjóta á jaðarsettustu konum á landinu. Þannig að það er augljóslega ákveðin hvítþvottur og sjónblekking sem að flestir búa við þegar við hugsum þú veist, raunverulega samsetningu í Íslands samfélags og valdastruktúrin sem að hér enn er við, órofin frá landnámi. Við þurfum alltaf að gera upp okkar eigin sögu, alveg hreint stórkostlega líta einmitt í svona hvert horn og skoða það hvaðan við komum. Við erum ekki fullkomin mjög langt frá því. En Pétur Eggers, ég ætla að þakka kærlega fyrir að koma hérna og ég bara svona farum víðan völl með mér. Þetta eru svona málin sem að kannski eru mörgum hugleikin. Þetta er svona, þú veist, þetta er Gaza, Bandaríkin, fasismin, einmitt, tauganetin og auðvaldið. Þetta er svona, þetta helst allt í hendur. Sumir myndu kalla þetta kapitalismann. Já, sumir myndu bara kalla þetta kapitalismann. Ég held að þetta sé bara alveg rétt þér. Takk fyrir Pétur og dokkið við, það er meira hér handa við hlið. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
Já, áfram ræðum við umhverfismál. Við ætlum að ræða núna loftslagsógnina, ný gögnum hafstraumana, sofanda hátt og pólitík, hvað gerist á Arctic Circle. Eru komið fram ný gögnum hafstraumana. Mikilvægt að stöðva framkvæmdir þar sem verið að framkvæma í þágu umhverfis og sjávar, til dæmis í Norðurhöfum. Og svo ætlum við líka að ræða nýja bók. Vertu velkomin til að svara þessum litlu spurningum, Kristín Vala Ragnarsdóttir. Já, takk fyrir að bjóða mér. Mjög gaman að fá þig. Það vill nú þannig til að þú ert nú jarðfræðingur og prófessor emerita og hefur látið mjög mikið til þín taka í umhverfismálum. Sem dæmi þá var að rifjast upp fyrir mér að þegar ég gerði fyrsta innslagið umhverfismál í sjónvarpi, þá bauð ég þér. Það hefur kannski svona... með Jóni Gunnarsson. Já, með Jóni Gunnarsson. Þvílík örlög. Ætli það ekki að vera svona 2016 eitthvað svoleiðis? Eða jafnvel fyrr. Eða jafnvel fyrr. Já. Og þá hafði vakið athygli mína málflutningur þinn um það að við þyrftum miklu fleiri hnetti heldur en þessa einu jörð. Já. Við værum að lifa með svo ósjálfbærum hætti. Við erum ennþá þar. Við erum ennþá þar. En samkvæmt nýjustu mælingum þurfum við enn fleiri hnetti miðað við 2015-16 eða veistu hvernig það er? Nei, að vísu útreikningarnir voru þannig á þeim tíma að það leit út fyrir að við þyrftum miklu fleiri. En svo kom í ljós að það voru útreikningarnir fyrir fiskneyslu okkar voru ekki nógu góðir, þannig að þá lækkaði talan aðeins úr 24 plánetum niður í það bil 14. En allt liður einu. Við tökum ekki ábyrgð á okkar lífstíl, hegðun, neyslu, framleiðslu og það er mikilvægt að ræða hvað við getum gert. Við erum í rauninni festa þjóð í heimi þegar kemur að neyslu. Við Íslendingar. Við lítum ágætlega út þegar við erum að skoða svona vísa eins og Human Development Index eða Sustainable Development Index eitthvað svoleiðis, en svo þegar við skoðum útblástur á mann í sambandi við neyslu að þá lítur þetta mjög illa út. Þetta lítur mjög illa út. Og sama tíma þá hossum við okkur svolítið í alþjóðlegri samræðu sem alveg ægileg umhverfisþjóð, en það er náttúrulega bara vegna þess að við erum svo heppin að við búum yfir auðlindum sem teljast. Já, við værum náttúrulega að þurftum að nýta fleiri plánetur ef við værum ekki með alla þessa endurnýjanlegu orku. Já. Og þrátt fyrir það þá erum við neyslu frekasta þjóð heims þegar við skoðum útblástur. Einmitt, sem segir okkur að mannanna verk hér og mannanna ákvarðanir orka mjög tvímælis í. Já, einmitt. Já, ég ljósi þessa. en þegar ég fór fyrst að tala um þetta og kollega mínar upp í háskóla, þá urðu margir voða reiðir. Var það? Já, þeir bara vildi ekki heyra þetta. Já. En núna er þetta nú orðið svona betur þekkt. Já, ef eitthvað er óþægilegt þá er best að bara stinga höfðin í sandin eins og strúturinn. Já, akkurat. Já, einmitt. Það hefur nú löngu verið saga þeirra sem að hafa svona viljað vekja máls á vandamálum að þeir eru oft svolítið þakkaði niður hér. En það eru svona aðri tímar í dag og það er meira á því hlustað. Það hefur orðið mikil vitundavakning og ég er ekki svo eina sem er að tala með þessi mál lengur. Nei. Þannig að það er bara mjög gott. Já. Manstu hvenær þú fórst fyrst að hafa áhyggjur af umhverfismálunum? Það var árið 2000. Já. Þá var ég í afmæli hjá kollega mínum og í götunni sem ég bjó í Bristol, þar sem ég var að kenna við háskólan. Já. Og fór að ræða þar við mann og ég spurði hann hvað hann gerði og hann sagðist vinna við umhverfismál. Og ég sagði já, ég líka, því að ég var að vinna að því að skoða umhverfismengun og svona nota risastóran hraðal í Norður Englandi til þess að skoða strúktúr á
á mengunar efnum í vatni og yfirborði steinda og þar myndi göttunum var svona virkilega vísindamaður, fannst kollegum mínum. Já. En hann var að skoða alla plánetuna og hvernig við gætum verið sjálfbær á plánetunu og var sem sagt forstöðumaður Schumacher Society í Bristol en Fritz Schumacher var þýskur hagfræðingur sem vann í Bretlandi og hann skrifaði bókina Small is Beautiful árið 1973 og í rauninni af mörgum talin vera svona frumkvöðl í sjálfbærni hugsun. Já. Og þá gerði mér allt í einu grein fyrir því að ég var að skoða hluti á atomskala en hann var að skoða þetta á heimskala alveg út í stratosférina. Já. Og það munnaði þarna einum 17 stærðargráðum eða eitthvað slikt og ég hefði hreinlega mist sjónar á stóru myndinni. Já. Og ég varð fyrir gífurlega áfalli. Já. Ég satt og horfði á tölvuna mína í heilt sumar og vissi ekki hvað þetta að gera. Það bara svoleiðis. En svo ákvað ég bara að snúa öllu við sem ég hefði verið að gera og láta jarðefnafræðina vera og leyfa öðrum að vesenast í henni og bara hella mér út í það að reyna að finna út hvernig við gætum orðið sjálfbæra þessari jörð. Gott hjá þér. Þannig að það var þannig mikill umsnúningur og kollega mínu héldu að ég hefði dottið á hausinn. Var það? Já. Og aldarfjórðungi síðar ertu ennað? Nú var ég ennað og ekki búin að gefast upp. Nei. En þetta lítur ekki vel út. Þetta lítur ekki vel út. Heyrðu, förum þá í gaman að svona kynnast þessu augnabliki sem að réði úrslitum hjá þér og ég held að mörg okkar hafi notið góðs að því að þú hefur haldið sjónarmiðum á lofti sem að maður hafði kannski ekki mikið velt fyrir sér áður, þannig að bara það magnað. En ef að byrja á Arctic Circle sem að þú sast núna nýverið var mikið fjallað Golfstrauminn því að hérna þar því að við erum svolítið svona, við erum búin að fá nýtt spark í rassinn hvað var það mikilvægi þess að draga á losun með því að samkvæmt nýjustu rannsóknum þá eru stórauknar líkur á að sá straumur geti stíplast eða sem sagt það verið breytingar á honum þannig að hlýja loftið. Já, þannig að það hægir á honum ef ekki stöðvast algjörlega. Já. Það var sem sagt haffræðingur sem að heitir Stefan Ramstorff, hann var boðið hingað á Arctic Circle í fyrra. Já. Og talaði þá bæði upp í háskóla og á ráðstefnunni. Og þar voru 10 vísindamannar sem að skrifuðu bréf til Norðurlandaráðs að gera eitthvað í hlutanum að því þetta líti ekki vel út. Já. Og hann kom aftur núna að tala. Og í rauninni það þannig að, og það eru núna fleiri módel sem eru öll að segja það sama, að það sé að hægja á straumnum og líkurnar núna eru þær að ef við drögum mikið úr útblæstri þá við eftir 75 ára eða enda þessar aldar þá eru 25% líkur á því að hann hægi verulega á sér eða stöðvist. Þóttu drögum mikið úr útblæstri. En ef við drögum lítið úr eða ekki neitt þá er það 70% líkur. Þannig að eins og hann spurði Stefán, hann spurði fólk myndir þú fara upp í flugvél eða væri 25% líkur á því að myndi farast eða meira. Þannig að það er verið að reyna að nota þessar tölur til þess að hamra á því við ráðamenn. Það þýðir ekkert alltaf bara að hunsa að við verðum að draga úr útblæstri. Nei. Og reyna að fá undanþágur eins og íslenska ríkisstjórnin er mjög gjörn á að gera. Já. Við verðum að taka ábyrgð og gera eitthvað í þessum málum. Af því að ef að hægi verulega á honum eða stöðvast, að þá verður meðalhitinn hérna á Íslandi kannski það bil 5 gráðum lægri. Þá verður í rauninni varla líft á því að búa á Íslandi. Þá getum við ekki rækta neitt að viti og þannig að það verður kannski jarðhitinn sem heldur
í okkur lífinu en það verður ekki mikið ræktað á Íslandi. Við munum ekki hafa, ef þetta verður þá munum við ekki hafa miklar áhyggjur af hælisleitendum á Íslandi. Nei, þeim langar líklegast ekki að koma til Íslands og það mun líka kólna í Bretlandi og Írlandi og eitthvað minna á Norðurlöndunum og þess vegna er víst ráðherranefndin ekkert að hafa alltaf miklar áhyggjur af þessu. Það er bara Ísland sem verður kalt en ekki hin löndin kannski aðeins hlýrra hjá þeim. En vitalega þurfum við að taka þetta alvarlega. Já. Og það er ekki bara eitt líkan hans Stefáns Ramstorff. Það eru 7 eða 8 önnur líkun sem segja alveg það sama. Og þau eru alveg sammála í þessu. Og þetta eru ekki menn sem hafa hagsmuni af einhverju hamfaraspá? Nei, alls ekki. Hann er búin að vera að vinna að þessu rannsóknum, hann Ramstorff, í 35 ár sáðan. Í 35 ár? Já, þannig að þetta er ekkit eins og þessi nýbyrjuðar að skoða þetta. En það sem ég komst að líka, að það var líka talað um bráðnum sífrera. Já. Og það var sem sagt verið að tala um það að ef að við drögum lítið úr útblæstri að þá er það það bil eða tæplega 400 gigatonn af koltvísýrings ígildum sem að blásast út af þessari öld. Og ef við drögum lítið úr að þá er það rúmlega 600 gigatonn og það er 10 til 15 ára útblástur á heimsvísu sem er núna 40 gigatonn. Þannig að þessi útblástur vegna bráðnun sífrera er í engum módelum. Einmitt. Þannig að þetta gæti orðið miklu verra heldur en það sem að Ramstorff var að tala um. Akkurat. Og flýta fyrir því að það verður strauminu verður hægari. Já. Og áður en til þess kæmi að Ísland gæti orðið óbyggilegt þá hljóta áhrifin á þessu öllu að verða mikil okkar náttúru auðlindir, sjávarfang, dettur mann í hug, fiskveiðar og svo ótrúlega margt annað. Já, að vísu hefur gengi fisksins í kringum Íslands breyst heil mikið að því það hefur hlýnað svo mikið. Hafið hefur hlýnað alveg meir en 2 gráður í kringum Ísland. Þannig að við erum farin að sjá makril sem var í norðursjónunum og þar á myndi göttunum. En þannig að við fengjum þá kannski, makrilin myndi þá kannski hægt að koma og þeir fiskar sem hafa farið norður af því að það eru hlýtt hér myndi koma aftur. Já, það myndi hafa mikil áhrif á gengd fisks í kringum Ísland. Já. Og súrnun sjávar. Því hefur líka verið haldið fram að sko loðnan sem burðarbiti í fæðu þorsksins, hún þoli kannski þessa súrnun frekar illa. Já, og það hefur súrnað mjög meira heldur en að meðaltal í kringum Ísland. Og þetta hefur náttúrulega líka áhrif á hvort að lífverur í hafinu eins og kóralla geti myndað sína skel. Já. Og hafið tekur núna upp undanbil helmingin af þeim koltvísýringin sem náttúran tekur upp. Já. En ef að þessi dýr get ekki lengur myndað sína skela þá þannig að sér náttúran ekki um að farga þessum útblæstri sem að er í andrúmsloftinu. Ég hélt að það myndi allt standa á haus í samfélaginu núna fyrir nokkrum vikum þegar fóru að berast fregnir af þessum rannsóknum sem sýndu að líkurnar á því að byggð gæti hreinlega eyðst dáið út á Íslandi væru miklu meir en menn höfðu talið áður. Samt var eins og öll kerfi samfélagsins væru svolítið í því að bara yppa öxlum. Við vitum það núna að þjóðaröryggisráð fékk glærukynningu, fékk upplýsingar, bað upplýsingar. Þannig að þau sem sitja í því hafa væntanlega
vitað það eða séð það að mögulega væri mjög mikil alvara á ferðum en þau passa sig eiginlega á því að vera ekkert að segja almenningi það. Kanski... Já, ég held að þessi fundur hjá þjóðaröryggisráði hafi verið að menna ég var á ferðalagi en ég frétta á hennum núna því ég var komin heim og það sem var svo einkennlegt við að þeir kölluðu ekki til helstu sérfræðinga í hafstraumum heldur Já, er það ekki? Einhvern verkfræðing sem hefur aðeins verið að skoða þetta. Sem mögulega hefur talað þetta niður þá? Nei, ég held ekki. Nei, en ég hefði nú haldið að það væri betra í pólitík að hafa vísindamennina til að tala við en ekki einhverja sem eru bara svona áhugamenn um málefnið. En er það ekki áhugavert sko að á sama tíma og það er látið eins og að við eigum bara að halda áfram að lifa okkar lífi þá er samt þjóðaröryggisráð að ræða þetta. Það sýnir alvöruna og það sýnir það að ráðamenn vita alveg innst inni í hvað gæti stend en svo er bara eins og stoppi þar. Já og það er svolítið einkennilegt að fólk setjast ekki niður og bara komi með einhverja áætlunum hvað ég gera. Að vegna þess að á heimsvítu er útblástur ennþá að aukast þrátt fyrir Parísarsáttmálann og samningin árið 2015 nú eru komin 10 ár og útblásturinn heldur alltaf áfram að aukast. Hann er ekkert að minnka. Nei, og hér erum við með stóriðjurnar sem reyndar fer inn í ETS-kerfið svokallaða. Já. Regnast ekki með sem okkar losun á okkar ábyrgð en það breytir ekki því að það er losun hún er gríðarleg við erum með sko tárfalla í kringum bilun á Grundartanga þegar við gætum snúið þeirri umræðu algjörlega haus, ekki satt? Jú, og það er svo skrítið að þessi fyrirtæki sem að vilja gjarnan græða mikið og borga sem minnsta skatta ef eitthvað kemur upp á hjá þeim þá á ríkisstjórnin allt í að fara að aðstoða. Af hverju er ekki smá varasjóð fyrir bilun, þú veist. Mér finnst þetta stórfurðulegt. Og að það ákall skuli alltaf koma frá hægrinu, það er líka mjög fyndið. Já, akkurat. Það eru þeir sem vil ekki borga skatta. En sko, skiljiði rétt Kristín Vala að það eina sem að sannarlega virkar sem öflug mótvægisaðgerð gegn miklum breytingum sem gætu orðið nánast óbyggilegar hamfarir sé minkalósun, helst stórminkana en að það sé eina úrræðið eða hvað. Það er aðal úrræðið en við þurfum í rauninni á öllu að halda. Við þurfum að minnka útblástur, við þurfum að minnka neyslu. Af því að í dag efnahagskerfið er byggt á því að grafa upp auðlindir, vinna þær, búa til eitthvað úr þeim, selja þær, láta þær ekki endast allt og lengi og svo þurfum við að selja þær meira. Þannig að það er þessi efnahagsvél í framleiðslu og neyslu sem að heldur þessu kerfi gangandi og fer fram á hagvöxt á hverju einasta ári og sem að þýðir það að fólk skilur ekki hvað hagvöxtur þýðir. Það er einmitt það sem að bókin sem að þú myndist á sem að ég var að klára með Ásgeiri Brynjari Torfasyni. Já, til hamingju með hana. Já, takk fyrir það. Hún er núna í vinnslu og kemur út í apríl. Hún fjallar það og við þurfum að fara frá því að vera með hagkerfi sem að einblínir bara á hagvöxt yfir það að vera með hagkerfi sem að hefur stefnir að velsæld eða vellíðan manna og náttúru. Já, hvað heitir bókin? Hún heitir Elgar Companion to Creating a Regenerative Economy for Well-Being. Já. Svolítið langt. Já. Fræðibók? Já, fræðibók. Já, einmitt. Sko, plús það að draga úr losun segja sumir það er bara hálft málið sko. Það er líka hægt að fanga og farga.
Já, að vissu leyti. Kappfiss náttúrulega ein lausn en það verður aldrei neinn stór lausn. Það verður ekki stór lausn? Nei, það held ég ekki. Þetta mjög dýrt og þetta bara á örfáum svæðum á jörðinni þar sem við verum með basalt í berggrunnum sem að getur tekið upp koltvísýringin. En að hins vegar að breyta ræktunaraðferðunum okkar yfir í að vera það sem að kallast á ensku regenerative agriculture eða sem að ég kalla auðgandi landbúnað sem að vinnur að því að taka koltvísýringin upp í jarðveginn til þess að næra bæði sveppi og örverur og halda kólefninu í jarðveginum. Það gæti haft mjög stór áhrif. Það að mínu mati er besta lausnin til þess að draga niður koltvísýring úr andrúmsloftinu. Að fara yfir í þannig landbúnað og það er bara einn eða tveir bændur á Íslandi sem að stunda landbúnað þennan máta. Og þeir eru bara algjörlega sjálflærðir af því að þetta hefur ekki verið kennt í landbúnaðarháskólanum en mér skilst að það sé nú kannski að verða breytingar á því. Já. En svona aðeins til þessi áttimi og alvöru málsins ef þú væri forsætisráðherra væru bara í því að slökkva á stóriðunum á Íslandi eða? Ég veit ekki hvort ég myndi slökkva á stóriðunum, ég myndi ekki reyna að bæta í. Nei. Það búið að byggja þessar stóriður, það var kannski, og við notum græna orku við þessa framleiðslu. Þannig að ég held að það sé ekki lausningin að slökkva á þeim, en við þurfum ekki fleiri. Nei. Það er náttúrulega algjörlega ótrúlegt að við skulum nýta 80% af orkun okkar fyrir erlenda stóriðju og mikið af hagnaðanum af þessari framleiðslu verður ekki eftir á Íslandi heldur hjá móðurfyrirtækjunum erlendis. Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, hann sagði að líka vegna gervigreindarinnar þá þyrftum við eiginlega tvöfalda virkjanir. Já, það er nefnilega svolítið áhugavert að þegar ég satt í stjórn Landverndar fyrir Nei, ekki Landvernd. Jú, ég var í stjórn Landverndar fyrir það við 10 árum en svo var ég skipuð í stjórn Landsvirkjunar. Og þá steg ég til hliðar frá Landvernd til þess að koma þar inn. Já, ég var fulltrúi Pírata í stjórninni. Og að vísu bara í 1 ára því svo féll ríkisstjórnin og svo komið Framsóknar inn og þeir þurftu náttúrulega að koma sína fólki að. En þá lærði ég að það var komið 1 gagnaver. Það var það bil það var 40 megawatt eitthvað slíkt sem fór í það gagnaver. Svo næst ég fór að skoða þetta þá var þetta komið upp í 150 megawatt. Það er svona eins og 3 upprunalegar búrfellsvirkjanir. En svo skilst mér að þetta sé kannski orðin aðeins minna núna en hins vegar vitum við þetta ekki. Þetta er ekkert opinberar tölur sem ég finnst svolítið skrítið og svo var ég að taka eftir því í gær eða var verið að benda mér á það að fundur Landsvirkjunar 4. nóvember sem í næstu viku hefur yfirskriftina í hvað að nota orkun okkar. Og þetta var spurning sem ég spurði aftur og aftur þegar ég satt í orkustefnu ríkisstjórnarinnar frá 2018 til 2020, orkustefna til 2040, ef ég man rétt, að ég vildi fá að ræða, og það var ég náttúrulega líka fulltrúi Pírata, ég vildi fá að ræða, eigum við ekki hafa stefnu í hvað að nota þessu orku. Það vildi enginn ræða það. Nei. Enginn. Einmitt. Ekki einu sinni fulltrúa Vinstri grænna sem ég fannst stórfurðulegt. Já. En nú allt í einu stærsta orkufyrirtæki landsins farin að spyrja þessara spurningar. Landvernd náttúrulega búin að spyrja því oft og ég sitt þar núna í stjórn aftur. En það hefur enginn viljað ræða þetta við okkur. Nei. Sko formaður verkefnastjórnar rammaáætlunar núverandi telur að orkuskiptana vegna þurfi að spýta í með virkjanir. Ertu sömu skoðunar?
Nei. Ég held ekki. Ég held að það alltaf verið að segja að við þurfum meiri orku fyrir orkuskipti, en það bara örlítið af orkuskiptum sem við þurfum á að halda fyrir bílana okkar og skipin okkar. Við förum ekki að framleiða eldsneyti fyrir flugvélar, allavega ekki á næstunni, því að flugvélatækning ekki þar. Þannig að tala það við þurfum tvöföldum held ég að sé algjörlega fáránlegt. En við getum líka lokað eitthvað sem gömlu álversmiðjum og þar fengjum við heilmikla orku sem getur farið í orkuskipti. Já. Þannig að þú vilt frekar horfa á þetta hlutfall, þetta 80-20% hlutfall. Já, og minnka það. Já. Minnka það og nýta orkuna þá í orkuskiptin. Já, en mér sýnist ef eitthvað að sko markmið stjórnvalda gætu verið þau að þetta hlutfall færi enn hækkandi, færi úr 80% í eitthvað meira, sko, 81%. Já, það finnst mér algjörlega fáránlegt. Og algjörlega á kostnað náttúru Íslands. Og mér finnst stórfurðulegt að við skulum vera með ráðuneyti sem sér náttúruvernd, loftslagsmál og orkumál. Allt undir einum hatti og það hófst í síðustu ríkisstjórn og þessi ríkisstjórn hefur ekki breytt því og það hefur ekkert heyrst í þessum umhverfisráðherra eða loftslagsráðherra eða orkuráðherra okkar nema orkumóla, það þurfi meiri orku sem að ég held að sé ekki rétt og ég hef því auglýst eftir umhverfisráðherra og loftslagsráðherra, af því það lítið að gerast í þeim málum. Hagvaxtarrökin, þeim hefur verið telt fram hvað var það Grundartanga. Og ertu í bókinni þinni eða þið tvö, eru þið eitthvað að fjalla orðræðu eða? Já, við gerum það. Það þurfum við að fara frá því að stefna endalaust að hagvexti. Plánutan okkar berða ekki. Við þurfum öðruvísi vöxt. Við getum vaxið á öðrum sviðum. Við getum aukið menntun, við getum aukið alls konar lífsgæði, en við þurfum ekki að auka hagtölur. Nei. Það gagnast ekki komandi kynslóðum ef hér verður ekkert andrúmsloft að hafa keyrt á hagvaxtarhugsuninni áratugum saman. Nei, ef við eigum enga plánetu og náttúru þarna eigum við náttúrulega enga framtíð og börnin okkur og barnabörnin. En þessar raddir eru svo gríðarlega sterkar og hagkerfin í heiminum byggja meir og minna að mér sýnist á ósjálfbærum módelum. Og pólitíkus kosin bara til nokkura ára í senn og þarf einhvern veginn að það verið stugunum betur að vera ofur bjartsýnn og jafnvel vera með einhverja barbabrellur til þess að fá endurkjör en að ávarpa alvöru mála. Og veistu hvað ég held að sé aðal vandamálið? Það er menntun í sílóum. Þannig að það sem ég gerði mig grein fyrir þegar að ég fór að pæla í þessum málum fyrir meir en 20 árum var það að ég vissi mikið auðlindir og hvernig það mynduðust og jafnvel hvað verið mikið til af þeim en ég kunni ekkert í hagfræði. En hagfræðingarnir, þeir kunni ekkert í jarðfræði. En þeir halda samt að við getum haldið áfram þessum endalegsa hagvextu að því það er alltaf að finna einhver efni sem við verum að nota núna og finna einhver önnur sem er komið í staðinn sem er ekki rétt. Þannig að við erum með illa menntaða pólitíkusa. Það er vandamálið. Það er vandamálið. Og allt og þröngt. Allt og þröngt mentað fólk. Já. Og svo þarf ég líka að koma því að hér að því að ég hef hugsað mikið það og hort mikið á það. Við erum með allt og mikið af lögfræðingum í pólitík. Þeir læra einhverja smá náttúrufræði í skóla, fara svo í máladeild, læra engin raunvísindi, fara svo og læra lögfræði þar sem þeir læra utan að einhverja lagabókstafi og það er ekkert rétt nema að sé hægt að sanna það. Það er alveg sama þótt að einhver sé sekur ef að hinn get ekki sanna að hann sé sekur og þá er það allt í lagi.
Þetta finnst mjög stórfurðulegur hugsunarháttur. Og þeir vita ekkert hvorki jarðfræði, auðlindir eða hagfræði. Mér líka dottið í huga af því að nefnt var að við færum varla upp í flugvél að það veru 25% líkur á flugsleysi, hvað þá 70% líkur. Já. Mér líka dottið í hug hvort hérna í ljósi nýrra upplýsingar, nýrra vísinda og bara viðsjár í veröldinni að þá bara umhverfi siðfræði einhvern veginn sem námsgrein. Já. Það ekki ágætt hugmynd? Jú, algjörlega og það kennt upp í Háskóla Íslands en það eru aðra heimspekingar sem að læra það en ekki hinn almenni borgari. Nei, mér dætti hug hvort þetta ætti ekki vera bara í grunnskólum. Jú, algjörlega. Algjörlega og það sem ég man það þegar ég byrjaði í Háskóla Íslands að það var annað árið sem þurfti ekki að læra að taka fíluna. Og mér fannst þetta svo flott að þurfi ekki að taka fíluna. En svo komst ég að því ég kom út í þessar sjálfbærni pælingar að ég vildi að ég hefði lært heimspeki og allir ætti að læra heimspeki. Já, og ég ennþá þar. Það ætti að vera skylda fyrir alla og það normenn hættu aldrei að kenna siðfræði. Nei. Þeir eru ennþá að því en við hættum því og flestir aðrir háskólar. Ég var einn af þessum heppnu. Ég satt fíluna með Pálisskóla. Ég hefði svo gjarnan vilja vera í fílunni hjá Pálisskóla eftir á litið. Það getur vel verið að ég væri ekki að taka við viðtalið eins og þetta ef ég hefði ekki setið þann kurs. Hvað veit maður? Já, einmitt. Það stundum leiðir einhver menntun, eitthvað skeið menntunar til þess að maður sér heiminn algjörlega í nýju ljósi líkt og þú gerðir árið 2000 þegar þú kynnist þessu manni sem að... Já, einmitt. Og hann ég man að hann sagði mig að því að hann hafði lært einhvers konar umhverfisfræði á Írlandi. Já. Og það var einn af fyrstu gráðunum á Bretlandseyjum þar sem var hægt að læra umhverfisfræði. Og við þurfum að hafa miklu meira af svona þverfaglegu námi eins og til dæmis umhverfis- og auðlindafræðin sem að það stýra þarna Stöllur, Brynhildur Davíðsdóttir og Lára að það gefur nemendum innsýn í svo mörg málefni. Við þurfum að hafa miklu meira af þverfaglegu námi og þess vegna held ég að mörguleiti sé bókin okkar Ásgeirs Brynjars mjög sérstök því ég kem inn með mína jarðfræði minn jarðfræðigrunn en hann hins vegar lærði fyrst heimspeki og svo fjármálafræði að við erum gott heimi að leiða þetta allt saman. Já. Það kvikna ólíkar spurningar í þínu höfði og hans. Já, akkurat. En það áttu við mjög skemmtilega samræður meðan á sig stóð og þetta var rosalega gaman. Já, ég hef tröll að trúa á þessari bók og mikilvægi þess að hún komi út og jú, maður heyrir þetta holistic approach einhvern veginn að heildræn nálgun sé svarið í menntun. Ég fór fyrst að heyra þær raddir kannski kringu 2010 en hefur nokkuð svo óbúslega mikið gerst samt í því að Ég hafði tröll að trúi því að það eru stóra breytingar eftir hrun og í rauninni ég kem til Íslands árið 2008, í lok 2008 og beint inn í hrunið og kollega mínir í Bretlandi voru að segja ekki fara til Íslands, það er allt í volið þar þannig að verður bara áfram í Bretlandi og ég sagði, nei, veistu það þegar það verður svona mikil krísa þá er fólk meira tilbúið í breytingar og ég var náttúrulega fór til Íslands og ætlaði að gera Ísland sjálfbært, þú veist, ég er ekki ennþá þar en ég er ennþá að berjast fyrir því og það varð hugafarsbreyting í byrjun, fannst mér ég sá það bara en svo einhvern veginn vildu allir bara fara í sama farvegin aftur, þannig að við erum svolítið komin þangað núna
Mér finnst vera svolítið svona 2007 feelingur í gangi núna. Narratífan svolítið að sko COVID hafi drepið bylgju umhverfisvakningar og við höfum farið að huga að allt öðru og svo hafi komið einhver stríð og eitthvað svoleiðis. Já, það náttúrulega hugur fólks núna á vera heilbrigt og geta ferðast og hérna að líka að vinna friði í heiminum. Þannig að þá fara loftslagsmálin kannski aðeins undir. En við megum ekki gleyma þeim. Nei, þú segir fara loftslagsmálin aðeins undir, sko mér finnst eiginlega engin umræða á Alþingi umhverfismál og mér finnst sko og það í sjálfu sér eðlilegt vegna þess að þeir flokkar sem voru mest að halda sjónum með umhverfisverndar og loftslagsmála á lofti, þeir eigi ekki einn einasta fulltrú inn á Alþingi. Nei, og það mjög alvarlegt mál að hvorki vinstri grænir eða píratar eða sósíalistar komust inn á Alþingi vegna þess að þeir voru með mestu umræðinu umhverfismálin. Þannig að ríkisstjórnin virðist hafa mjög lítinn áhuga umhverfismálum og stjórnarandstaðan ákveður engan. Það bara enn minni. Já. Þannig að það ekkert sem að ýta við, ekkert á Alþingi sem að ýta við því að eitthvað sé gert í umhverfismálum. Og í ljósi alvörumála eins og þú hefur farið yfir, þá mjög slæmt að við séum ekki með ferskurð, bara vítt skoðanamengi inn á Alþingi viðbröðin. Já, einmitt. Já, ég bara deili með þessum áhyggjum. Ég hafði strax miklar áhyggjur af þessu þegar niðurstöðnar komu í fyrra. Og við erum þar. Umhverfisráðherra, loftslagsráðherra, orkuráðherra bara í orkumálunum. Og hitt liggur allt á hakanum. Mér finnst við líka hundsa sko, það sem stundum nú maður farin að setja inn í gæsalappir loftslagskvíða. Já. Og þeir sem menn þá meina ég þeir sem að halda því fram að við höfum enga breyta, bara gefa í með alla framkvæmdir og þessi losun, þetta sé allt saman bara kjaftæði vísindamanna sem séu sjálfur að tryggja sér fé úr sjóðum til þess að þeir geti sjálfur haldið áfram að spá heimsendi. Að þú þekkir þetta? Já, þetta náttúrulega algjört rugl. Þetta algjört rugl. En sem sagt, mér finnst bara að við séum ekki að gefa sviðsmynd unga fólksins okkar þann gaum sem skildi. Ég finn það alveg þegar ég tala um ungt fólk að viðhorf þeirra eru allt önnur. Já, ég hef líka orðið verið við það í kennslunni hjá mér að unga fólki hugsar öðruvísi heldur en við eldra fólkið. Og hefur miklu meiri áhyggjur af þessum málum heldur en líklega þessi versta kynslóðin svo sem að fara á eftirlaun og koma inn á eftirlaun og vill bara vera á tenni og skemmta sér en ekkert að taka þátt í því að reyna að gera heiminn betri. Nei, það sé versta kynslóðin. Fyrir þau sjálf að þið hefur gott að vera í hlýjunni. En sko mörg í þessum hópi eiga börn og barnabörn. Já. Og það eins og sko, oft það nú þannig ef eitthvað stendur manni nær, þá fær maður áhuga á málefninu. En það eins og það jafnvel dugi ekki sko til. Ég man eftir því að ég flutti bæði fyrirlestur hjá söfniði upp í Grafarholti fyrir eldri borgara. Og svo líka fyrir háskóla þriðju of the third age, University of the third age. Það sem sagt háskólasamfélag eða svona kynningarsamfélag fyrir eldri borgara. Og þar var fullt af eldra fólki sem sagði, af hverju vissi ég ekkert um þetta? Af hverju hef ég aldrei neitt lesið um þetta? Af hverju þú bara allt í einu að koma að tala um þessi mál og ég hef aldrei heyrt um það? Sumir voru bara miður sín. Þannig að þess vegna þarf bókin okkar líka að koma út á íslensku. Ég ætla reyna að tala við Vilhjálm Þorsteinsson að fá
aðganga þýðingavélunans til þess að gera það auðveldara. Já. En hvað finnst þér íslenska fjölmiðla í þessu samhengi? Eru íslenski fjölmiðlar nú höfum við rætt það innan Alþingis, vantar fjölbreytileika og raddir, en kannski svipuð staða uppi hvað var íslenska fjölmiðlun? Fjölmiðlamálin eru náttúrulega í algjöru lamasleysi. Það eina dagblað sem kemur út er Morgunblaðið sem stutt af útgerðarmönnum og hefur mjög sérstaka sýn á heiminn. Heimildin er að fjalla þessi mál en það er ekki allir sem sjá hana. Nei, við á samstöðinni gerum þetta líka reglulega. En þið talaðu það hér, RÚV ekkit voðalega mikið að tala þessi mál hérna. Nei. Hérna verðist vera minna núna heldur en var áður. Ég skil það ekki alveg. Nei. Já. Þannig að okkur vantar rannsóknarblaðamennsku og að það sé kafað ofan í málið til þess að upplýsa almenning. Til þess að það er pening. Já. Og þeir miðlar sem eru eiginlega einir í stöðu til þess að halda út í slíku, það eru RÚV og Sýn og Mogginn. Já, heimildin að einhverju leyti þau hafa náttúrulega, það hefur verið þeirra keppi, en mann hefur sýnst eins og að það sé svona minni. En bæði RÚV og Sýn fjalla nú eitthvað þessi mál en ekki það mikilli festu. Þau augra líka heldur ekki valdinu, sko. Nei. Það er svona svolítið selektíft eins og við sjáum það hjá Kveik að ef það á að skera upp herör gegn einhverju sem vafasamt þá það oft svona frekar einhverju litli aðilar sem eru vondukallarnir heldur en sko stóru valdamiklu blokkirnar. Já, maður veltir líka oft fyrir sér í þessum þáttum eins og Silfrinu og Kveik og svona að það er alltaf sama fólki sem kemur aftur og aftur og helst ekki neitt sem að reyna að rugga bátnum neitt alltaf mikið. Það er nefnilega það. Á sama tíma og stefnir í að Róm geti brunnið, þá allt og margir í því að rugga ekki bátnum. Já. Og þeir fáu sem þora það, þeir eru kannski hrópaði niður og kannski það nú ástæða þess hver mörg okkar bara þegjum og látum fara lítið fyrir okkur. Eða hver er þín reynslaði að vera þú? Það fer bara eftir blaðamönnunum eða fréttafólkinu hverjum boðið. Þannig að Egill Helgason var mjög duglegur að bjóða mér í Silfrið. Já. En síðan hann ekki í Silfrinu lengur held ég að mér hafi verið boðið einu sinni. Já. Og nú þeir alveg búin að gleyma mér. Já, þannig að því að ég kannaðist aðeins við Egil og pappans giftu frænku minni og þannig að það voru einhver svona tengst þarna og ég gæti potað í hann og sagði það þarf að tala þessi mál og þá bauði mér að koma á stundum. En núna er voða lítið verið að ræða þessi alvarlegu umhverfismál í þessum þáttum. Hafa öflin svokölluðu þau sem búa yfir peningum og áróðursvaldi, hafa þau djöflast í þér frá því að þú fórst að halda fram öðrum sjónarmiðum en fólk hafi almennt gert? Ekki svo að ég það er engin staði fyrir fram að mig og sagt mér að ég veit ekki neitt og kunni ekki neitt. Nei. En það hafi verið meira bara svona að hunsa það sem ég segi. Já, en ekki að standa upp á móti mér sem að ég veiti allavega. Það hafi kannski verið eitthvað bak við tjöldin en þeir stóð ekki fyrir fram að mig og reynda að segja mér að ég væri að fara með rangt mál. Já, þetta eins og þegar ég skrifaði spillingabókina Besti vinur aðal, þá létu öflin bara eins og hún hefði ekki komið út. Já, einmitt. Og það var alveg það sama með bókinas Þorvaldar Logasonar. Já, alveg rétt. Það var eiginlega ekkert fjallað sá bók nema að bera tilbaka eitthvað sem var í bókinni sem var byggt upp á góðum gögnum. Kristín Vala, við þurfum að fara að slíta þessu tali, það búið að vera mjög áhört að spjalla við þig. Komdu nú með lausnina, leita okkur út úr þessari krísu, segð okkur hvernig við getum komið okkur út úr þessum ógöngum, umhverfislegu ógöngum, varðar hafstraumana, andrúmsloftið og fleira. En nú stórt spurst. Ef ég væri með lausnina þá væri ég búin að nota þann töfrasprota fyrir löngu. En sko
í rauninni ég hitti kunningi minn úr Club of Rome í Finnlandi nýlega og hann framtíðarfræðingur þannig við áttum mjög áhuga samtal eða samtöl að því ég var hjá honum yfir helgi og hann var að tala það til þess að fá fram breytingar að það þurfi fyrst þarf fólk að vera upplýst það svona awareness raising þannig að fólk viti hvað að vera en svo þarf framkvæmdir eða action okkur vantar action í þessum málum að það sé bara farið að gera eitthvað og sko ekki bara hinn litli maður að flokka og eitthvað eða kaupa aðeins minna eða fara í rauðarskórsbúðina í staði fyrir að kaupa eitthvað nýtt heldur bara öll þjóðin saman alveg frá topp og niður og frá grassrót og upp það er það sem við þurfum Það líka svolítið ömurlegt hvernig sko sektarkennd komið fyrir hjá einstaklingunum sem að hafa þó mun minni bjargir til þess að aðhafast heldur en korporismin svo eitt dæmi sér tekið. Já og það er náttúrulega algjör fásin að varpa allri syndinni yfir á einstaklinga. Einstaklinga geta unnið í því að reyna að vera betri borgarar í þessum umhverfismálum en það eru stjórnvöld sem að þurfa að taka á skarið. Já, einmitt. Heyrðu, við komumst ekki lengra í dag en ég veit að það er margt ósagt, kannski kemur bara aftur innan tíðar. Ég vonum bara að halda áfram að koma hvað eftir annað til okkar. Já, ég er alltaf til að tala við þá sem nennar hlusta mig. Já, ég nenni því og ég veist að það eru þúsundir, ef ekki 2000 landsmanna þarna úti sem eru á sama stað. Við þurfum bara einhvern veginn að virkja. Já, það þarf að reyna að komast að smá samtakamætti sem að kannski ekki alveg ennþá fyrir hendi. Einmitt. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér. Og næsti kafli eftir andartak, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Já, við ætlum að næst að ræða rammaáætlun sem að reyndar ekki allir vita hvað er. Við ætlum að fara yfir sögu rammaáætlunar, deilurnar og horfurnar. Lifir rammaáætlun sem stjórntæki á tímum þar sem haldið er fram að Ísland þurfi að stórauka orkuframleiðslu og verndar virkjanir gætu verið eða verndu svæði gætu verið á leið í nýtingaflokk. Hingað er komin góðu gestur sem að getur farið yfir söguna og greint samtíman. Svanfríður Jónasdóttir, vertu velkomin til okkar. Þakka fyrir og takk fyrir að fá mig til að koma hérna og ræða rammaáætlun. Já, bara það er heiður að fá þig. Þú býr fyrir norðan þannig að það er svona já, þú ert ekki daglegu gestur hér á höfuðborgarsvæðinu, er það? Nei, ekki daglegu gestur en ég kem orðið nokkuð oft núna einmitt vegna þessa verkefnis að ég hef tekið að mér að vera formað verkefnisstjórnar í 7. áfanga rammaáætlunar. Já, og það er í annað skipti sem þú gegnir þeirri stöðu, ekki satt? Jú, ég var líka formað verkefnisstjórnar þegar við vorum með annan áfanga. Og hvaða ár var það? Eða ár? Við tökum þá við 2007 og skilum á okkur 2011. Já. Það var mjög merkilegu tími. Þú kemur þarna rétt eftir Kárahnjúka deilurnar. Já. Og í rauninni kem þarna eftir að búið er að undirbúa frá því aldamót að við förum í einhverja svona vinnu. Já. Það voru menn búin að sjá fyrir, kannski að hluta til vegna Laxárdeilunar. Einmitt. Búin að sjá fyrir að það gátu átt sér stað hér mikil átök virkjanir eða ekki virkjanir, svipað og hafi gerst í Noregi. Og það var farið að skoða hvað við getum gert, hvort við getum gert svipað á Norðmenn og menn komst að þeirri niðurstöðu að það var hægt að hafa það til hliðsjónar. Aðstæður þær reynda dálítið ólíkar okkar af því þeir voru þá þegar búin að spilla mjög mörgum af sínum vatnarsvæðum og voru uppteknir af því hvað þeir ættu þá að vernda.
og voru þannig að flokka í nýtingu og vernd. En við aftur á móti vorum allt aðrar aðstæður. Við vorum auðvitað ekki búin að spilla svona mikið okkar vatnansvæðum og vorum með jarðhitann að ekki. Þannig að við nýttum okkur svona nokkurn veginn þessa hugmyndafræði að flokka svæði en settum líka inn þennan byggðflokk vegna þess að það var alveg ljóst að hjá okkur vantaði mjög víða upplýsingar. Það var ekki tilnæg þekking. Það var satt að segja mjög lítil þekking til mörg svæði. Já. Mér leið svolítið, því ég var nú í fréttum á þessum tíma, eins og að sko stjórnvöld hefðu svona með óbragði í munni séð það að Kárahnjúkavirkjun, hún fer í virkni með ákveðnum bara prettum og svikum, ætla ég að halda fram. Þar var stjórnsýslulega ansi djörf pólitísk skrefin, ansi djörf pólitísk skref stíin sem í rauninni afmáðu völdstofnana sem áttu að hafa þarna vægi og mér leið eins og þegar sko í upphafi rammaáætlunar sögunar að við værum öll með svolítið samviskubit yfir því hvernig hafði verið gengið fram fyrir austan og að svona náttúruverndar og friðunarsjónarmið væru eitthvað sem að flestir ættu sameiginlegt. Ertu með mér í því liði þegar ég horfi aftur? Sko ég allavega algjörlega sammála því að við þurfum þessi fámenna þjóði, þessi stóra og gjöfulega landi, við þurfum að leita leiða til að hafa jafnvægi. Já. Það gengur ekki að annar aðilinn, virkjana sinnin eða fríðarsinnin, fái hér öllu ráði. Við verðum að ná einhvers konar jafnvægi í hlutina til þess að við getum haldið áfram sem þjóð. Við þurfum að virkja til þess að standa við okkar loftslagsmarkmið og orkuskipti, en við verðum líka að hugsa það að hér berum við ákveðna ábyrgð vegna þess að við búum í þannig landi og við verðum að friða í miklu ríkari mæli en við höfum gert. Og þá ekki bara eins og sko rammaáætlunin fyrst og fremst að horfa á svæði þar sem hægt að nýta annarkvort vatnsafl eða jarðhita til orkuvinnslu og þá að meta það þess virði að taka þetta svæði undir orkuvinnslu eða eigum að fríða það fyrir orkuvinnslu en svo þetta fjöldin allur annar af svæðum í landinu sem ýmist búið að fríða eða þess virði að fríða þau hvort sem að það kemur við orkuvinnslu eða ekki. Já, af því þú nefnir þetta, þá satt ég einmitt sama þing og þú daginn, þar sem var verið að fara yfir þessi mál og ein áleitin spurning sem þar kom fram var hvort sko viðbrögð gegn losun og gegn loftslagsvandanum gætu kostað friðuð víðerni landsins. Það væri sannarlega paradox eða svolítið mótsögn, ekki satt? Jú, og þetta auðvitað mjög flókin staða. Það bara þannig. Og þess vegna svo mikilvægt að við vöndum okkur og við nýtum okkur þá þekkingu sem fyrir eða aukum við rannsóknir til þess átt okkur betur á því hvað við erum að gera gagnvart náttúru landsins. Við erum auðvitað við búum á dálítið viðkvæmum slóðum. Við búum norðarlega, allur gróður viðkvæmur og þess vegna þurfum við að vanda okkur alveg ekstra. Og ég held að rammaáætlun sé í rauninni ágætis tæki til þess þegar að kemur að þessum svæðum þar sem möguleiki á að virkja. Það var líka svolítið rætt þarna á þessu þingi sem þú vitnar í, Björn, hvort að rammaáætlun, hvort að reynslana rammaáætlun væri þannig að vettum kannski bara hendinni. Og þá var í valkostunni sá að þessi fyrirtæki sem að virkja, þau varu bara svona fyrirtæki á markaði þess vegna. Og svo myndu bara skipulagsáætlanir og umhverfismat á vegum sveitarfélaga og þessara félaga myndu bara ráða því hvort að landi yrði nýtt til virkinar eða friðunar eða hvað gert við það. Og það ágætt að nefna það og fólk getur farið inn á netið og afla sér upplýsinga skýrslu sem var skilað í lok síðasta árs. Þar sem að hópur fólks með þekking og reynslu fór skiplega yfir reynsluna af rammaáætlun, fór yfir þá gagnrýni sem hafði aðalega verið og þá kosti sem að þau gátu séð og komist á raunum í viðtölum við fólk. Niðurstaða þeirra var svo að þetta væri besta tæki sem við höfum
hitt væri leiðin til glötunar ef svo má segja, að hleypa þessu bara út vegna þess að þó að mönnum finnist að þetta takir langan tíma og gagnrýnin sé svo að þetta er ómulegt ferli, þetta er ekki nóg gegnsætt, þetta tekur svo langan tíma og lalla, þá er það þó þannig að því við erum með þetta ferli að þá höfum við mun betri þekkingu hvort sem við ætlum að friða eða virkja. Þá er hugmyndin búin að fara í gegnum ákveðið ferli, ákveðna skoðun og mat og hver sem niðurstaðan þá er hún væntanlega byggð á þekkingu. Já. Og það er þessi til bóta bæði ef við ætlum að friða og ekki síður ef við ætlum að virkja. Að virkjanir eru þá mun betur undirbúnar og að menn vita þá betur á hverju þið geta átt von. Eitt sinn voru þeir tímar að pólitíkin gat bara samið, lagt fram sérlög tiltekna virkjun. Já, breytt orkulögunum. Og er ekki svo staða komin aftur upp núna? Í sjálfu sér ekki. Ekki alveg? Nei. Hún er ekki komin upp. Sko í rauninni er rammaáætlunarferli þannig að eftir að faghóparnir hafa metið út frá þeim gögnum sem þeir hafa og geta þá afla sér viðbótur ef þeir hafa ekki nægilega að þá tekur verkefnisstjórnin þetta til sín og útbýr tillögu fyrir ráðherra til þess að fara með henni í þing. En ráðherra getur út af fyrir sig breytt tillögunni. Samkvæmt lögunum getur hann það. Alþingi getur líka breytt tillögunni og Alþingi hefur alltaf gert það. Og vísa tilbaka eða bara breytt flokkun eða hvað sem er. Og ég man eftir því á sínum tíma þegar við vorum að pæla í þessu þegar löggjöfin var að vera til og það er akkurat á þeim tíma þegar ég er að stýra öðrum áfanga og það er náttúrulega mjög flókin staða að vera að stýra öðrum áfanga með löggjöfum í hliðina að þá vorum við á þeirri skoðan að það sem skipti máli það verið það að ákvarðanir verið gegnsæjar það verið rekjanlegar og það verið hægt að sjá af hverju. Varstu þá hætt á þingi sem? Já. Einmitt. Og þá var það niðurstu okkar, ákvörðun Alþingis er líka gegnsæ. Þú sérð alveg hver greiðir atkvæði hvernig og þú sérð nefndarálitin og sérálit og sérð ræðurnar og þar með ertu komin með gagnsæ ákvarðanatöku en hún náttúrulega byggir á öðru. Hún byggir á annars konar hagsmunamati. En það var semst niðurstaðan að þetta gæti hvort tvekja gilt og auðvitað er það þannig Alþingi á síðasta orðið. Já. Ok, förum aftur að þessum fyrstu skrefum að það er sagan sem virkjana sinnar og þeir sem eru mjög ósáttir við hver lítið hefur verið virkjað undanfarið. Þeir segja að með tilkomu rammaáætlunar þá hafi orðið til löng tímabil án samkomulags, án framkvæmda, án umsvifa. Því hefur verið telt fram meðal annars af forstjóra Landsvirkjunar að fólk sem starfar við að gera þessar áætlanir hafi verið hlutdrægt og ætti ekki að koma nálægt svona vinnu. Og það hefur verið mikil togstreita á milli, hvað maður að segja, vísindalegra raka og pólitískra raka. Og deilurnar hafa í rauninni verið kannski varað eins lengi eins og tími rammaáætlunar er. Við byrjum á togstreitu pólitískra og vísindalegra raka. Þú sem ert núna í annað skipti að stýra þessari vinnu. Höfðu vísindamennirnir efnahagsleg rök undir? Var vægi þeirra of mikið í þessu ferli eins og margir stjórnmálamenn hafa haldið fram?
Meinar þá að rammaáætlun hafi fært í rauninni vísindafólki of öflug vopn í hendur og einhver pólitík hafi geta blandist inn í það, umhverfispólitík eða hvað maður á að kalla það og að það sé við rammaáætlun að sakast til dæmis þessi göt sem hafa orðið í virkjanasögunni. Já, ég skil hvað meinar. Ég held ekki sko. Nei. Mitt mat það að inn í þessa faghópa hafi valist vísindafólk af bara frábært vísindafólk sem hefur verið treyst fyrir öðrum verkefnum í okkar samfélagi vegna sinnar þekkingar. Já. Við mögum aldrei gleyma því að við erum örþjóð. Þegar ég að leita sérfræðingi í einhverju, þá það stundum sérfræðingurinn. Af því hann bara einn, eða þeir eru 3 eða 5. Og það óbáslega erfitt fyrir okkur að finna eitthvað sem við getum sagt að þessi alveg hlutlaus, þessi hefur aldrei komið nálægt neinu. Vegna þess að það alltaf eftirspurn eftir þessari sérfræðiþekkingu og þar alveg líka alltaf dálítið auðvelt að segja, heyrðu býtu þessi, var hann ekki þarna, var hann ekki að gera þetta? Ég leyfi mér að treysta þessu fólki vegna þess að ég vinni með því og veit að það að vinna af heilindum. Það beygir sig líka undir niðurstöður þegar það koma. En hvað var það tafir? Að þá það nú einu sinni þannig að lögin rammaáætlun eru þannig í dag að sveitarfélögin hafa býsna langan tíma til þess að breyta sínu aðalskipulagi. Eftir að Alþingi afgreiðir tillöguna það hvað megi virkja, hvað eigi að venda og hvað fari svo í bið. Þá geta sveitarfélögin haft alltaf 14 ár til þess að breyta sínu aðalskipulagi. Og frá því að fyrsta þingsályktun afgreið 2013, þá eru ekki komin 14 ár sko. Þannig að við getum sagt að það eitthvað í pípunum ennþá af því að sveitarfélögin ekki búin að breyta sínu aðalskipulagi. Svo gerist það líka, Björn, að landeigendur ekki sáttir við það að löndin þeirra eiga að fara undir friðun og fara í mál. Það tekur líka tíma. Þannig að sko, það eru margir þættir sem að gera það verkum að ferlið rólegt. Nú, Alþingi hefur stundum setið lengi á tillögum. Hefur ekki treyst sér að pólitískum ástæðum vantarlega til þess að klára dæmið og afgreiða. Samanber 2 ríkisstjórnir það ekki áður en ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttir tekur við. Má ekki segja að það hafi verið svona ákveðið sundurlyndi inn í ríkisstjórnum Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna. Já, þá afgreiða menn máli með því að sópa inn í biðflokkinn. Við gerðu það og vísa tilbaka til verkefnisstjórnar rammaáætlunar að fara aftur yfir málin. Og fá aftur rökstuðning fyrir því af hverju þetta var í vernd eða nýtingu. Og þegar að vera að gagnrýna rammaáætlun, að þá getur menn alveg gagnrýnt þessa fresti, að þetta sé 14 ári kannski of mikið. Það væri hægt að hafa þennan frest styttri og ég veit að það verið að horfa til þess í frumvarpi til breytinga á lögunum. Og finnst þetta góð hugmynd? Mér finnst það góð hugmynd. Ég held að 13-14 ár sé oflangur tími. 10, 8, 6? Já, það hefur verið að tala um 6. 6? Já, en við vitum ekki ennþá hvað verður sko. Nei. Þetta verður eitthvað samkomulega líka við sveitafélögin. Hvað eru þau tilbúin að takast á við? Sem eðlilegt, þetta þeirra aðalskipulag og þarna var gengið yfir þeirra skipulagsrétt ef orðað þannig með þessum lögum. Og ég hef oft sagt að með því að ganga yfir skipulagsréttin þeirra þá í rauninni verið að segja okkur alvara. Þegar við segjum þið eigið að breytingar aðalskipulagi við og þá nú er ég að tala eins og ég segi sko Alþingi sjálft, mætt á svæðið. Þegar Alþingi segir að það eigi að friða ákveðið landsvæði eða megi fara í nýtingu á þessum virkjunarkosti, þá okkur alvara. Okkur það mikil alvara að við tökum af ykkur skipulagsréttin. Og auðvitað var ekki ánægð með þetta á sínum tíma, en menn létu þetta yfir sig ganga. Og fengu þá þess vegna held ég þennan gífurlega langa frest og nú komið reynsla á hann og þá held ég að segja hægt að fara tilbaka, við erum búin að æfa okkur í þessu. En sko réttur landeigenda til þess að segja nei ekki mörg dæmi hvað kallast það, eignarnám á lagamáli? Jú, það einhver dæmi það en réttur landeigenda til að segja nei ég held að hann lýsi sig bara í sko þeir geta kært. Vegna þess að í rauninni
verður sveitafélagið að skipuleggja landið þeirra sem nýtingu eða vernd. En þeir geta þá kært að þeir eru ósáttir. Hver finnst þér helsti munurinn á að hvaða langt sinna tókst við þessari verkefnastjórn? Ég gerði það bara núna í vor. Já, bara núna í vor. Já, og við erum enn sko að undirbúa okkur, við erum enn að setja okkur inn í mál, við erum enn að skipa faghópana. Sumarið er náttúrulega ekki gjöfulast í tíminn í þetta. Nei. Þannig að það er bara frá með haustinu núna sem við höfum verið að vinna af einhverjum krafti. Já. Bæði verkefnastjórnin að setja sig inn í verkefnin sem eru framundan og stöðu mála. Við erum að fá tilbaka ýmislegt sem að hefur farið í kærur eða hefur komið tilbaka frá þinginu og faghóparnir að verða til. Ég vænti þess að þeir verði klárir í loki janúar og þá getum við farið að vinna skipulega. Hver finnst þér stærsti munurinn á því að standa í þessu verkefni núna og 2008 þegar þú hefur störf í þessum bransa, mér getur sagt sem svo. Ég spyr með litið til þess að við stöndum náttúrulega á gjör ólíkum stað umhverfislega og upplýsingarlega í dag, árið 2025 en 2008. Veistu, mér fannst þessi tími þarna fyrir ég byrjaði þarna 2007 og búin hann 2011. Mér fannst þessi tími alveg rosalega spennandi. Þá? Já. Af því við vorum einhvern veginn í svo óplægðu makri. Við vorum svo mikið að hugsa upp á nýtt, þú veist, og eins og ég segi, löggjöfin var hérna við hliðina okkur að hérna banga saman löggjöf sem að, og löggjöfin var auðvitað að reyna að læra af þessari reynslu sem þegar var komin hjá okkur og við að reyna átt okkur á því hvernig eru þeir ætlast til þess að við klárum þetta. Þannig að það var, þetta var líka tími þar sem að var mjög mikið rannsóknir. Það voru miklir peningar rannsóknir. Vegna þess að það kom til ljós þegar átt að fara að vinna þetta skipulega að það vantaði mjög víða rannsóknir. Menn gátt ekki sagt af eða á ákveðna hluti af því að það hafði bara einfaldlega ekki verið settu peningur í að kanna það. Og ég held að það hafi verið mjög til góða að þessar rannsóknir niðurstöður eru til og ég veit að þannig hefur það haldið áfram að menn hafi verið að skoða málin gaumgæfni. Og það er gott. En þetta var líka mjög flókið vegna þess að þá voru við 12 í verkefnisstjórninni og við borðið sátu bæði fulltrúa virkjanaðila og þeirra sem vildu friða. Þannig að það voru svona stundum dál til svona átöku við borðið. Er það breytt núna? Allt annað. Núna eru bara 6 í verkefnisstjórninni og við erum ekki með virkjanaðila eða þá sem eru upplýstir eða uppvísir að því að vera einlægir friðar við borðið, sko. Þannig að þetta er meira fólk sem er bara mætt þarna með sína þekkingu. Örugglega viðþorf, við erum öll með einhver viðþorf en allavega þannig að hérna þetta er ekki eins svart hvítt eins og það var. Nei, einmitt. En það var líka alltaf spennandi að fylgjast með því hvernig þær deilur fóru fram og þær skoðanir og þau álit sem að menn komu fram með. Þar var bókað og fundum, sko. En á þessum tíma vænti ég að það sé nánast engin umræða það að heimurinn kunna farast vegna loftslagsbreytinga og hnattrænnar hlýnunar, engin umræða golfstrauminn sem kunna að stíplast og gera Ísland óbyggilegt og ekki í þeim mæli sem hún er í dag. Menn höfðu einfaldlega ekki þá þekkingu. En það var auðvitað alltaf einhver og þessi þekking á breytingum á loftslagi og golfstrauminn, hún var auðvitað til en menn voru ekki fattan að taka svona mikið mark á henni eins og í dag. Menn leyfðu sér frekar að efast. Sú vitneskja sem við búum yfir í dag, þótt að sé náttúrulega ráðist á vísindamenn, umhverfisvísindamenn sem að halda fram sviðsmyndum sem myndur rústa hagkerfum heimsins og síðan fólkinu að hérna sú kunnátta sem við búum yfir í dag beint eða óbeint hefur hún áhrif á ykkar störf? Hún mun örugglega hafa það. Ég meina, verkefnastjórnin er að setja sig inn í ýmsa hluti og reyna átt að sjá ýmsum hlutum. Hún mun örugglega hafa það með annarkot með beinum eða óbeinum hætti. Það hlýtur að gerast. Og eins í faghópunum, það hlýtur að gerast. Ég meina, þeir faghópar sem eru að vinna, sko, þeir hafa náttúrulega nýjar upplýsingar og alls konar upplýsingar sem skipta máli. Og auðvitað mun þetta allt hafa einhver áhrif. Við vitum ekki hver,
við lifum í síbreytilegum heimi með hérna sífellt nýjum upplýsingum en auðvitað hlýtur þetta að hafa áhrif. Já. En ég held að þú hafi sagt fyrr hérna í spjallinu okkar að ein ástæða til að virkja væri til þess að knýja fram orkuskiptin. Já, ég sagði það. Já. En svo heyrir maður líka að það séu bara ekki nógu góð rök. Við eigum frekar bara setja raforkuna í eitthvað annað og það fylgja einhverjum hérna, það sé ekkert gefið að orkan fari raunverulega í orkuskiptin, hún fari öll í eitthvað annað og svona. Já, en sko við höfum skrifað undir samninga varðandi loftslag og orkuskipti og við höfum skuldbundið okkur til þess að standa við ákveðna hluti sem þjóð og við hljótum að leita leiða til þess. Svo er þetta alveg ljóst líka, Björn, að það verður alveg ofboðslega krafa orku á næstu árum bara vegna gervigreindarinnar. Hún tekur brjálæðislega orku. Já, ef við ætlum að taka þátt í því, sko. Já, heldur að verði samþykkt á Íslandi við tökum ekki þátt? Nei, en mörgum finnst samt eins og að þetta sé ekki besta varsla orku í heimi að setja niður í sig gagnaver. Nei, en þau eru samt nauðsynlega til þess að knýja þetta áfram. Og þetta gagnaverin á Íslandi núna, þau eru meir og minna upptekin í því að knýja áfram orku fyrir gervigreind. Já. Bitcoin-dæmið búið. Já. Og þetta alveg rosalega orka sem þetta þarfnast, en við hljótum að binda von við það að gervigreindin finni þá líka upp leiði til þess að nota minni orku. Já. Vonandi hefur hún greind til þess. Já. Förum þá aðeins aftur í, ég nefndi hérna áðan að svo einkennilega staða gæti verið uppi að viðbragð við hnattrænni hlýnun og minni losun gæti eyðilagt íslensk víðerni. Það var þarna á þessu þingi sem að fara aftur þangað, þá voru það var rædd saga nokkura virkjanakosta og sumt var nokkuð sláandi sem að haldið var fram. Það eru þarna óbúslega viðkvæm og einstæð vatnasvæði, perlur, sumar lítt þekktar af hálfu almennings og það er svona ein rökin sem tímt að verið fram en svona Kárahnjúkavirkjun því var haldið fram af því að það væri aldrei neitt á þessu svæði, þá væri allt í lagi að eyðileggja það, að raska því eða svoleiðis. Þannig að það er nú alltaf svona ákveðið bitbein, er umferðum friðaða svæðið eða ekki. En hérna varstu sko, af því að þú hefur nú væntanlega bara svona fylgst með eins og ég þessum erindum. Það var svona gefið í skyn að hvað maður segja, pólitískt ofbeldi, það væru ákveðna líkur á að því yrði beitt til þess að taka tilbaka friðunar hvað maður segja, umsýslu á svæðum sem að mörgum þarna inni á þessu þingi fannst hræðileg hugmynd að virkja. Nú væri einhvern veginn að svona í þessu báli núna að kynda aftur orku öflunar bálið eftir svolítið hyggst, þá væri þetta alltaf hætta á að mjög mikilvægum vernduðum stórbrotnum íslenskum landsvæðum yrði fórnað. Sko, það kom mér í sjálfsvegar ekkert á óvart þarna, þessar kynningar kom ekki óvart. Nei. Vegna þess að sum þessara svæða hafa lengi við til umfjöllunar, alveg frá því öðrum áfanga. Og sum þeirra hafa verið eins og gjaldmiðill á Alþingi. Eins og gjaldmiðill á Alþingi? Já, ég meina þá hafa pólitíkustarnir hafa verið átökum það hvort að svæða af pólitískum ástæðum hvort að þetta færi friðun eða vernd og enda í biðflokki. Já, ég skil. Skilur, þannig að þetta svona, það er ekkert nýtt að gerast þannig, sko. Nei. En við verðum einhvern veginn að rjúa þetta samt. Já. Að því þetta er óásættanlegt að geta ekki tekið ákvörðun sem stendur, þannig að sé hægt að fara að vinna eftir henni, hvort sem það er vernd eða nýting, virkjun. Vegna þess að það að vera með svæði hangandi í biðflokki, það er bara ekki nógu gott og alls ekki fyrir sveitafélagin, hugsaði þér. Nei. Þetta bara fristir þeirra möguleika til þess að halda áfram að þróa sitt land. En eins og ég segi, sum þessara svæða hafa lengi verið til umfjöllunar og hafa verið svona eins og pendull.
Já, þú segir virkjanabálið logi glatt. Sko, núverandi ráðherra hefur sagt að hans ríkisstjórn vilji rjúfa þessa kyrrstöðu og það þurfi að virkja meðal annars vegna orkuskiptana og loftslags ákvarðana og skuldbindinga. Og svo verðum við bara að sjá hvað gerist. Þarf að gera pólitísk kompromiss inn á þingi og skikka eitthvað í biðflokka einu sinni enn eða ná menn að klára málin og setja þau þá á þann stað að það sé hægt að byrja að vinna annarkvort að friðun eða að virkun. Það verður að koma í ljós. En var ekki sá skilningur þegar þú vinnur þarna að öðrum áfanganum 2007, hefst vinna við það 2007, var ekki sá skilningur að ef eitthvað lendi í friðun þá ætti ekki vera hægt að kippa því bara út eftir ríkisstjórnarskiptum og eftir pólitískum geðþótta? Jú, ég held nú að við höfum haldið það, að það væri þannig sko, að þinn eiginlegi biðflokkur væri bara biðflokkur, en ekki hitt. Nei. En kannski vegna þess að sveitarfélögin hafa svona langan tíma til þess að breyta sína aðalskipulagi, þá hangir þetta í lausu lofti og menn sjá sér leik á borði. Og þá er verið að vísa kostinum afturinn til verkefnisstjórnar rammaáætlunar til að biðja endurmat af því að það sé einhverja nýjar upplýsingar eða viljið skoða þetta betur eða eitthvað þess áttar sko. Þá er svona sú vinna í gangi, skilurðu? Svona svolítið ping-pong. Nú höfum við mest verið að ræða vatnsaflsvirkjanir og viðkvæm og vernduð landsvæði sem eru í ákveðinni hættu. En jarðhitinn og vindurinn, er vindurinn ekki inn í rammaáætlun? Jú. Hann er inn í rammaáætlun. Og hvaða skref, hvert er þitt viðhorf til vindorkunar? Er þetta möguleg viðbót sem gæti bjargað virkjanakostum sem við viljum hafa friðaða eða hvernig lítur á það? Það er búið að samþykkja 2 svæði undir vindorkuver. Annars vegar við Búrfell og hins vegar við Blöndu. Og þetta eru kortveggja vindorkuver sem tengjast landsvirkjun. Þannig að þegar vindur dettur niður, sem gerist líka á Íslandi, það er ekki alltaf vindur, að þá er hægt að setja jöfnunarrafmagnin til þess að viðhalda stöðugu rafmagni. Þetta er eitt af það sem að menn kannski gleyma stundu þegar verður að tala um þetta. Að það nægir ekki bara að setja upp vindmylu, þú þarfst líka að hafa jöfnunarrafmagn til þess að bjarga málum þegar vindurinn dettur niður. Mér finnst mjög mikilvægt að við skoðum vel hvaða áhrif þetta hefur, þessi vindorkuver sem þegar er búið að samþykja. Skoða áhrif þeirra upp á framhaldið. Þannig að við vitum betur hvað við erum að gera og þar er við ljóst að menn vilja kannski friða fyrir vatnsafli en það er líka dálítið mikil umhverfisáhrif af stórum vindmylum. Það er sjást víða að. Það geta verið hættulega fyrir fugla. Það er hópaslegt mál að koma þessum flykkjum í land á Íslandi og koma þar sem þeir eiga að virka. Það verður áhugavert að fylgjast með því á næsta sumar held ég að verði. Þegar Landsvirkjun byrjar að bisa þessum flykkjum úr Þorlákshöfn og upp í Búrfell. Vegna þess að þetta veldur alveg svakalega röskun bara að koma þessum græjum á staðinn sko. Þannig að þetta er meira en að segja það. Og því segja það, við skulum bara anda rólega, bara anda með nefinu og horfa á hvernig þetta gerist og taka svo bara ákvarðanir sem að geta þá verið gagnlegar og standa. Já, þú ert alls ekki fyrirfram neikvæð gagnvart vindorku á Íslandi. Ég er ekki fyrirfram neikvæð, nei, en ég er heldur ekki fyrirfram jákvæð. Mér finnst bara ástæði til þess að við skoðum þetta vel og þetta getur verið viðbót sem að okkur munar en við þurfum líka að passa umhverfisáhrifin þarna. Já. En þegar ég spurði hvort vindurinn væri sannlega inn í rammaáætlun þá það hefur verið svolítið í umræðinu að það verið nefndir alltaf 30 eða 40 vindorku kostir út allt land. Og þegar menn halda því fram að það fari ekki þurfi ekki að fara í gegnum rammaáætlun, erum við þá að tala um vindorku sem er undir 10 megavöttum eða erum við að tala um að einstaklingsframtækið ef það verður út allt land að þá verði eitthvað öðruvísi ferill heldur en þegar Landsvirkjun sem stofnun
í eigu Íslenska ríkisins að virkja og fer í gegnum rammaáætlun eins og þú segir, eða hvernig það? Nei, ég held að þessi kostur eigi allir að fara gegnum rammaáætlun. Já. Þeir eru allir komnið þangað sko. Þeir eru allir komnið þangað. Já. Og það búið að fara yfir 10 þeirra sem að fóru bara í bið. Vandinn er auðvitað sá að Alþingi hefur ekki ennþá skilað af sér reglum eða löggjöf eða ramma það hvernig best er að fara í þetta. Þetta er ekki alveg sömu hlutir sem hægt er að horfa til. Nei. Eins og þegar þú ert að horfa á jarðvarma eða vatnsorku. Og ég vona nú að í vetur að þá fáum við löggjöf eða breytingar á löggjöf sem að gera það verkum að það verður auðveldur að takast á við vindinn. En það eru alveg ofboðslega margir áhugasamir það að koma sér upp vindmyllugörðum. Og ég veit ekki hversu raunhæfar þessar hugmyndir eru. Ég hef aðeins kíkt á þær. Ég veit ekki hversu raunhæfar það verða þegar þetta stikkisins kemur. En þetta tekur þetta ofboðslega langan tíma líka. Þetta er langur ferill, ekki bara vegna rammaáætlunar. Heldur bara undirbúa jarðveg og hvaða hafnir ætla menn að nota. Þú þarft enga smá höfn til að koma sem flikkjum í land. Ég meina, þetta er bara sumt að þessu er óraun eftir mínu mati en hérna það getur vel verið að þeir sem að standa að þessu sjá einhver raunhafi möguleika og það verður þá áhugavert að fylgjast með því. En því stundum haldið fram að besta leiðin til þess að koma siðlausum verknaði í gegn sé að bara hefja framkvæmdir vegna þess að stofnanir ríkisins skorti þor og kjark til þess að stöðva eitthvað þegar það er orðið og þú ert farin að lofa alls konar störfum og peningum inn í þjóðarbúið og allt það. Það er ekkert lag fyrir svoleiðis sem stendur. Hvað var það vindmyllurnar? Nei, eina sem að hægt er að gera það er að reyna að helga sér land. Menn komast ekkert lengri í bili. Nei. Því að maður heyri stundum að það sé ákveðið svona vilda vestur í þessu úr ranni náttúruverndar sinna. Já. Mér finnst eðlilegt að fólk hafa áhyggjur af þessu. Með það hversu margir hafa reynst áhugasamir að eignast sinn vindmyllugarð. En þetta eru ofboðslega fjárfestingar. Og sums staðar er í rauninni eru hugmyndir vindmyllugarð þar sem að maður sér ekki hvernig er hægt að koma orkun inn á netið til dæmis, nema með alveg gigantískum kostnaði. Þannig að ég held að það eigi nú allt eftir að fara í gegnum svona ákveðna endurhugsun og pælingu. En ræði þá aðeins jarðvarmann og þú nefndir það áðan að ólíkt til dæmis Norðmönnum þá búum við yfir jarðvarma hér. Og er hann að verða full nýttur í þessu landi? Nei, hann er auðvitað ekki að verða full nýttur en hann er auðvitað á svæðum sem eru eins og við sjáum núna á Reykjanesinu. Hann er auðvitað á svæðum sem eru hérna óstöðug. Ég meina, þú manst nú eftir Kröflu, menn nánast boruð hon í gosið sko. Þannig að jarðvarminn er auðvitað, þessi háhiti er auðvitað mestur á þessum svæðum þar sem að hérna er líka hérna skjálftahætta og eldgosa. Þannig að jarðvarminn hann er áhugaverður og hérna getur gefið okkur heilmikið en hann er líka dálítið áhættusamur. Já. Það kom einmitt hraun upp borhólu í Bjarnarflagi. Einmitt. Og þá svona runnu 2 grímur á ymsa. Já. Því líka haldi fram af sumir halda því fram að það sé aðeins að kólna í sko geiminum undir Íslandi og því sé ekki endilega augljóst að jarðvarmi sé sjálfbær til framtíðar. Ég þekki þetta ekki sko. Nei. En ég veit að varðandi eins og hitaveitunar að nú er mikið hitaveitu átak í gangi og maður segja að Ísland er ekki köldusæðin er ekki endilega köld, það er bara að bora dýpra og gera betur. Að þar skiptir máli að fá jarðskjálfta. Að því það opna nýja rásir og svona hleypi lífi í hérna berggrunnin og manni finnst þetta svolítið merkilegt en þetta er í sniðustaðan. Og hérna jarðvarmi er auðvitað alveg rosalega mikilvægur fyrir okkur Íslandinga. Ég meina, hugsaður ef við þyrftum að flytja inn allar fyrir orku sem við þurfum til húsitunar eða annað en getum nýtt jarðvarma til. Það er náttúrulega stórkostlegt alveg. Ok, förum þú aðeins í hérna svona framtíðina, spáum fyrir framtíðina. Þú ert búin að nefna það núna að þið séu svona í þessum fasa að fara að hefja næsta áfanga. Við erum að bretta bergmandar. Við erum að bretta bergmandar. Já, þið eru að bretta bergmandar.
Og ég nefndi áðan deilurnar og sögu deilina. Er það innbyggt í þennan prósess, í þetta stjórntæki sem rammaáætlun að það verði alltaf deilur og er það kannski bara ágætt eða svo stórsins burt, telur þið að svo staða geti komið upp að Íslendingar komist að því að það sé bara ekkert vit í þessari rammaáætlun, þetta sé of flókið og þungt ferli og við þurfum að finna nýtt stjórntæki? Sko, ég held að skipti miklu máli að halda fram að þróa aðferðafræðina. Eitt af því sem að við rekum okkur á það að samfélagslega áhrif hafa alls ekki verið virt sem skildi. Nei. Við höfum alltaf verið með 4 faghópa, einn þeirra til að meta samfélagslega áhrif og hefur svona smám saman verið að ná tökum á verkefninu og meðal annars með skoðanakönnunum og með því að reyna átta sig á hvernig liggur landið. Ég tel að það sé mjög mikilvægt að þeir sem ætla sér að fara í framkvæmdir að þeir skili því inn eins og öðrum gögnum þegar þeir óska eftir því að fá mat verkefnisstjórnar að þeir skili því inn hvernig ætla þeir að kynna þetta fyrir samfélaginu hvernig ætla þeir að vinna með sveitastjórninni skilur þannig að þetta sé ekki bara megavött eða gróður þetta er líka fólk og ef við horfum á það sem hefur að gerast tökum eins og bara Hvammsvirkjun að þá er löngu búið að kanna allt sem hægt var að kanna án þess að fólki væri með en það er slæmt þegar það kemur svo þegar komið að framkvæmdinni og þá virðist hafa glemst kannski að annarkvort að kynna verkefni nógu vel eða ná sáttum við samfélagið ég heldur endur að samfélagið í sjálfu sér sé ekki allt úfið þarna en að stóru hluta það þannig að þetta er eitt af því sem við þurfum að þróa áfram ég held eins og þessi nefnd sem ég vékaði áðan sem að var að endurskoða rammaáætlunina komst að niðurstöðum að í dag höfum við svo sem ekki betra tæki en það má alveg bæta það að þú spáir því að þetta tæki lifi ég spáði að tæki lifi það mun gera það eitthvað áfram en það mun vantarlega þróast og það verður auðvitað að þróast því þú nefnir hér áðan til dæmis bara þessi viðhorf og þessi þekking á hérna global warming og hérna sjónum og mikilvægi ýmissa hluta sem voru kannski ekki jafn hátt skrifaðir fyrir einhverjum mánu síðan að það þarf að taka tillit til þeirra að með sama hætti þá munum við auðvitað endurskoða annað eins og ég er að nefna hérna þessi samfélagslegu áhrif við munum auðvitað reyna eftir föngum að laga okkur að því sem nauðsyn er að horfa til hvern dag ég veit ekki alveg hvernig í rauninni maður getur séð framtíðina fyrir sér þetta gerist allt svo hratt núna þekkingin hún kemur svo hratt að okkur bara hérna eins og Arctic Circle ráðstefnan færir okkur sko vitnesku sem allavega ég var ekki alveg með sko bara úr málstofum þar af því þar koma vísindamenn allstaðar úr heiminum og er að tala hluti sem okkur varðar mjög mikið Já, þú setið Arctic Circle Ég gerði það ekki, en ég hef lesið það sem gerðist og eitthvað og hérna, ég held að við hljótum að taka þetta allt til okkar ekki bara við hérna í verkefnisstjórn rammaáætlunar eða faghópar hennar eða þingið, heldur bara almenningur í þessu landi og verður sífellt vantarlega meðvitaður það hvað skiptir máli votlendi skiptir meira máli en það gerði það skiptir máli að hérna, ég held að allir sem notum sammála það að mókon í skurði og reyna að endurheimta votlendið að því við þurrkuðum upp miklu meira land heldur en við höfum verið að nota og ég sé svona hlutir sko, sem að hérna, ég veit að fólk út all land hefur skoðun á en líka orðið upplýstar en það var Ég skil Svona rétt í lokin, bara höfum það loka spurningu. Þegar takast á vísindalega og pólitísk rök, þá ekki eðlilegt að vísindarökin hafi betur? Þetta er mér alveg rosalega erfið spurning.
Auðvitað vildi maður gjarnan að vísindaraukinn hefði betur. En ég hef nú starfað sem atvinnupólitíkus mjög lengi. Og ég horfist bara í augu við það að á endanum það oft pólitískur aukinn sem eru látin duga. Til góðs eða ills. Til góðs eða ills. Og þá sagt ég að menn taka þá bara afleiðingum gerða sinna, en gera það? Nei. Ég veit það ekki. Það eru dæmi það hópar, stjórnmálaflokkar og einstaklingar hafa geta valdið mjög miklum skaða í samfélaginu. Já, sannarlega. Á þeim tímum vill maður að það sé viðnámi í vísindaheiminum og stuðningur með. Og ég held að það sé. Ég held sem betur fer að þá sé alltaf stór hópur stjórnmálamanna sem að vill og hlustar eftir því sem vísindi segja. Og vill gjarnan bæði læra og taka mark á. Og það skapar auðvitað ákveðið pólitískt viðnám sem gerir það verkum að kannski náum einhver jafnvægi, stundum náum einhver jafnvægi. Og ég held að miðað við upplýsta umræðu sem okkur finnst kannski verið í dag fremur en áður, að þá náum við kannski meira jafnvægi í bæði umræðinu og ákvarðanatökunni. Gagnrýnin og aðhaldið meira. Einmitt. Við vonum það besta, gangið vel með þetta. Þú ert fyrrverandi bæjarstjóri á Dalvík, þingkona í stafni kvenréttindakvenna og sveitastjórnarmaður og með mikla sögum, þannig að það fengur að fá þig hér að borðinu. Ég er sem að kynna leynigestin okkar. Já. Þú heitir Tumi, ekki satt? Jú. Og þú ert sonur Svanfríðar? Já. Og hefur mikið áhuga á umhverfismálum eða hvað? Já, ekki endilega umhverfismálum, mér bara þjóðfélagsmálum og þannig. Já, einmitt. Heyrðu, amma, en hún sagði mér að þú fylgdist með samstöðinni. Já, ég horfi stundin á þetta. Já, 14 ára gamall. Já. Eru margir 14 ára krakkar að fylgjast með samstöðinni, hyggur þið? Nei, ég held ekki. En mér finnst frábært að þú hafir það mikið áhuga á þjóðmálum að þú fylgir ömmuðinni og hafir setið hér hljóður og brúður og ertu búin að hlusta og ertu búin að skilja það sem við verðum að tala um? Flest? Já, það er mjög skemmtilegt. Ég þakka ykkur báðum kærlega fyrir komuna, Svanfríður. Þakka þér fyrir að miðla þínum viskubrunni til okkar og Tumi, takk fyrir að koma og takk fyrir að fylgjast með samstöðinni. Takk fyrir okkur. Já. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Já, og þeim nótum skulum við ljúka þætti kvöldsins. Við þökkum öllum sem á hlýtu og horfðu. Öllum góðum gestum og samstarfsfólki mínu þakka ég kærlega fyrir daginn og minn ykkur á að hægt að gerast áskrifandi samstöðinni á samstöðin.is. Það er lítill hnappur sem ástendur áskrift sem og leiðir ykkur áfram í það ferli. En við þökkum fyrir okkur hérna í kvöld. Verið bless. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.